Það bara hann. Já, gaman að heyra líka. En Krull, er hann ferskur eða? Það er bingo á borðið 7 hjá Sveppa. Og já, svona verðum við í allan dag í þvílíkum gír. Já, í alvegni strákar, við verðum bara ógeðslega hressir. Bara ekki vangið hressir, sko. Við þurfum að láta fólki sem að hlusta, það þarf að hugsa, ég vildi óskar. Það er bara nákvæmlega þannig sem við ætlum að takla hann þátt. Já. Og já, það er svona jólathema hjá okkur í dag. Jón Jónsson er á leiðinni. Hann kemur hérna og það er þetta tiltölulega hérna. Jól Jónsson? Já, Jól Jónsson. Já, mjög gott nafn á hann um jólin. Gott hjá mér að segja þetta í mikrofónin minn. Og hérna, hann ætlar að vera með, sko, ok, við vorum með FM 95 blöð, hérna, gott talent daginn. En við ætlum að taka núna svona jóla FM 95 blöð, gott talent. Ok. Og jólathema. Já, það er svona nett jólathemi í gangi, sko. Já. Heyrðu, þú ætlar að fara að involvera mig í það eitthvað? Já, þannig að þú ert að fara að taka þátt, Sveppi. Ok. Og þarft að vera þá með, já, sko, eitthvað svona talent sem að tengist útvarpi. Fólk getur hlustað, þeir hafa verið að vinna með ræður, leikrit, lög, þú getur sungið. Já, við erum ekki að fara í grettukefni. Virkilega ánægð með það. Nei, þetta er, þú veist, það er allt opið. Það má gera hvað sem er. Ok. Það er að skemmtilegsu, þú mátt gera hvað sem er, þannig að þú hefur núna svona, já, hálftíma til að hugsa eitthvað. En við fengum nú bara, þú varst að segja okkur þetta í rauninni bara fyrir 5 mínútum, sko, rétt fyrir þátt. Já, svona, ég gaf ykkur nú alveg 2 tíma. Okkur er þetta alltaf að ljúga. Nei, 2 tíma? Ég fekk enga 2 tíma. Nei, ég meina, ef þú hefur hæfileika, þá skiptir engu máli þótt að segja spurti bara mínútu áður en þú gerir. Það er hárrétt. Annarkvort ertu með hæfileika eða ekki. Hárrétt, Hann var að heyra þetta núna, hann Sveppi, hann er til. En þú ert að tala við, sko, ég er sigurvegarinn í hæfileikkeppni svo staðinn í dag. Nú, ok. 3-2 yfir. Er ekki rétt eitt? Jó, en Sveppi geti nælt sér í fyrsta stíð. Ég þarf sigur í dag. Þetta er ekki mjög flóknara það, sko. Þannig að þú ætlar ekki að taka neina sénsa? Ég tek enga sénsa í dag. Nei. Ég þarf ekki að vinna. Ég þarf bara að vinna hug og hjörtu þjóðarinnar. Þá er ég ánægður. En þú veist að Jón Jónsson er dómar. Þú ætti að vinna hug og hjarta hans. Hann er þjóðin fyrir mér. Já, hann er enda þjóðin. Hann er spegill þjóðarinnar. Þvílíkur maður. Svo erum við með, skal ég ykkur segja, að sjálfsögðu myndunum fyrir Cash þær á sínum stað, sturlaða staðrendir. Við ætlum að hringja í múttu við Sveppi. Við hringjum alltaf í múttu þegar Sveppi er hérna. Og við ætlum að svona ræða hans við hann jólin og svona. Heyra hans í mömmu. Langt sérum heyrti henni. Spurt og svara stendur hérna. Þú ert búin að krota það hjá mér. Já, ég verð með það bara búið detta á það mikið spurningum en ég verði þetta eitthvað. Já, það var bara ekki henni hægt. Það er bara hann í, því miður. Íslensk slúður. Það verður á sínu stað, alveg hárrétt. Regnir enn tölvupóstum. Og ég verð nú bara að vera hreinskilinn. Íslensk seleb eru með, já, allt lóðrétt niður sig. Getur tísa aðeins og sagt svona? Já, getur gefið eitt nafn? Já, ég get gert það. Það til dæmis var svona jólafögnuður töframanna til dæmis núna fyrir stuttu. Ég mun aðeins kom inn á það. Ég var búin að heyra eitthvað að því. Já, það er starfsmaður á stöðinni sem var með allt lóðrétt niður sig. Þú verður að segja mér, Steindi, hvað gerðist í æsku hjá þér? Með þig og eitthvað, það hefur einhver íslenskur eða einhver töframaður gert þér eitthvað þegar þú varst lítill krakki? Alls ekki. Að þú ert alltaf með einhverja töframenn í þessu slúðu? Af hverju? Nei, ég held að þetta sínur ekki alveg rétt. Ég er nú ekki alltaf með töframenn. Það er koma stundu fyrir en ég... Já, ok, hvað erum við oft búin að heyra litlu jólum hjá töframönnunum og ásátt í töframanna? Já, en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég fæ sent og mér finnst nú bara mitt hlutverk að fara með þetta áfram í útvarp. Jæja, ok. Þannig að það var einhver jólahátíð hjá töframönnum? Já, það var jólaklökk sem fór úr skis og ég fer nánar út í það hér og Ok, svo erum við með líka kortmyndur frekar og já, ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er allt hérna á sínusta. Ég ætla að spyrja eitthvað svona áður að förum í fyrsta lag dagsins, drengir. Eru þið komnir í jólaskap 19. desember? Sveppi, byrjum á þér. Ég veit ekki hvernig það er að komast í jólaskap. Hvað gerist? Færðu svona bara wow, jingle bells. Ég er bara svona hlakka til jóla. Hlakka til, þetta er bara jólin bara, veist. Er þetta ekkert jólabarnið er það? Jó, það ekki, það eru pakkar undir góðu matur. Er töffarinn í þið núna eða? Nei. Er þetta töffarinn að tala? Alls ekki, hei, slaka. Hendur Ramstein á fónin? Hvernig virkar? Nei, það er svona í seinni tíð hef ég alltaf orðið minna og minna jólabarn. Í seinni og eðamalið? Já, ég var rosalega mikið jólabarn þegar ég var barn. En svona núna er ég bara svona, á maður að fara í spari fyrir aðfangadag, það er nöðsilegt. Við stælst bara verið í náttúrunum. Ég sko, hérna, ég er nú skil Svepp alveg, sko, svona nokkuð sammálunum. Þetta er svona kannski minkar, það dregur aðeins úr sem er hverju árinu. En þetta svona ári í ár, þetta kemur seint inn hjá mér, ég veit ekki það. Ég er mikið jólabarn, en þetta er svona bara nýlega, þetta er að detti núna, það er svolítið seint. Svo lifir maður þetta svolítið í gegnum börnin sín, sko. Já, ég held nefnilega að það myndi aukast þegar það komið 3 börn. Já, það var. En á móti er ég í jólafíling alveg út í janúar. Alveg út í janúar, þannig að ég er svona, þú veist, þá er ég bestur, sko. En Egill, ert þú komin í jólafíling? Þú ert nú ekki mikið jólabarn.
Ég hef ekki verið Nei. Ekki mikið, hinga til, við kjöna Alltaf að rakka mig niður Hvernig Þú ert ekki fárveik. Hvernig hefðirnar ykkar? Eru þið með hrygg eða rjúpu? Eru þið með möndlugraut? Eru þið með ís? Við erum með humar í forrétt og hambúrgar í aðalett Blöð, rosa fínt að vera heimi á blöðu mjólin neyri Ég er með rjúpur. Þú með rjúpur? Það er alltaf að hugsa hotlutuna Alltaf rjúpur. Það er gamli skólinn Eru rjúpurnar hollari eiginlega? Já, þitur lítið kjött Já, svo sósan maður. Farðu eitthvað henni það? Já. Þetta hendi eitthvað dessertsveppi eða? Rísalamón. Nei, jú, við erum alltaf bara með jólagrautin maður, mandlan sko. Ég ólst upp í Royal Karmelibúðing. Pappi, hann var alltaf með Royal Karmelibúðing. Það er ekkert heilagt í þessu. Menn hafa verið með sko Það er bara jól þegar ég sé Royal Karmelibúðing. Vinur minn upp í Mósesbæ, fjölskyldur hans er alltaf með sko kótilettur Jólin? Já, það er bara hendi kótilettur. Já, einmitt. Það er bara, þykir bara Reyndið þú ekki að styrkja það þessi jólin? Nei, ég sko Hendur þið einn póka? Nei, ég ég er sammála. Það er alltaf, já, það er grautur hjá mér líka. Ég er svona típan, ég er svona trúður við mataborði. Ég þykist alltaf vera með hana. Já, með mönduna. Já, svona djókur sem verður aldrei þreytur. En þetta er gert fyrir krakkana. Egil, hvað borðið þið? Hamborgarrygg. Það er ekkert verið að flækja þetta. Nei, það er bara alltaf verið Ertu bara hjá mömmu og pappa mjólin? Já. Nei, nú ertu komin inn fjölskyldu, er þið ekki Já, við rótirast stöðurum sko. Ég sá barnið til myndbandi daginn. Já, veistu ekki ánægða það? Já, mjög ánægður því að það er bara allt eftir þetta er upp fyrir barnið. Já, eftir þetta Nautar og góðir hlustendur, það er Steindi June hér sem opnar þessa innkomu. Á móti með sitt Rauður Blöndal, við hliðina með Egil Gils og Sveppi Krull. Hvað segir strákar? Herru, það er bara partíð í gangi. Frábær kynningaður. Bingo. Þarna náði ég að opna eins og sannur FM útvarpsmaður. Já, það var fagmennska. Það er ekki vel gert. Takk fyrir það. Ég spyr Egil, ertu tilbúin í slúður? Ég get ekki beðið. Já, þú ert nefnilega, ég teki eftir þetta FNÍ blöð, við vorum nú hérna daglega. Þú ert svo eini sem er svona aðdándur slúður. Ég elska það. En byrju, áttu við ekki að fá að taka slúðrið? Já, í dag. Mér myndi Við það. vorum eitthvað vænað það í síðast þetta. Eru þið með eitthvað? Nei, reyndar ekki. Nei, Ég er ekki með neitt að Macaulay Culkin í dag. Nú, en hvað, þú hlýtur að vera þá með Miley Cyrus eða eitthvað? En ég er með George Clooney. Já. How do you like them apples? Þú ert með mæli vandara líka. Já, það er lítið að frétta mæli. En George Clooney, hann er brjálaður yfir því að Hollywood hafi hætt við að sína, eða Sony hafi hætt við að sína kvikmyndina The Interview. Já. Og hann sendi bréf á alla toppana. Hann náttúrulega þykir eitt svo stærsti í Hollywood, hann George Clooney. Og hann sendi bréf á alla toppana í Hollywood. Hvernig tengist hann þessu? Er hann að framleiða þetta? Er hann að leiki í þessu? Hann er bara brjálaður yfir því að þeir skulle vera að lúffa fyrir hryðjuverkamönnum. Já, einmitt, já. Ég heiti George Clooney, ég er reiður. Já, hann er mjög reiður. Og hann skrifaði í bréfinu, fuck Kim Jong-un, Hollywood, show some balls. Já. Rjótart komment þetta á er bara Clooney. King Clooney, Já. brjálaður. Hann bað mennum að skrifa undir papira sem að myndi sem sagt styðja það að myndin yrði sýnd, hvort sem að menn verður frá Sony eða ekki. Leiðilegt að segja, það var ekki einn maður sem kvittaði undir. Þannig að menn eru bara greinlega ekki með eistu þarna í Hollywood. Já. Kim Jong-un. Þið verður aðeins að útskýra fyrir mig, hvaða mynd er þetta? Þetta er James Franco og... The Interview, þeir eru búin að hóta sem sagt að, var það ekki bara þannig, þeir eru búin að hóta að sprengja upp eitthvað kvikmyndahús sem myndi sína myndina, eitthvað random kvikmyndahús. Af því að James Franco, Seth Rogen eru að drepa Kim Jong-un í myndinni. Kim Jong-un er ekki hrifin af því. Þetta er grínmynd, eða ekki? Jú, þetta er grínmynd. En hann hafði bara engan húmor fyrir þessari grínmynd. En hvernig þróast þetta? Er myndin að fara beint á netið eða fer hún ekki í kvikmyndahús? Hún fer ekki, bara eins og stann í þetta, þá verður hún bara aldrei sýnd. Og menn alltaf bara taka á sig. Það sökkar, trailerin er good shit. Ég held þetta sé allt bara svik og prettir Þeir myndu samt ekki vera til í að fara svo langt með það, Sony menn sko. Nei, en svo er spurning, frekar er þetta auðlýsingabrella, er þetta að tala það sæpi? Ég er ekki þessum að menn færi svona langt með þetta. Nei, ég held nefnilega ekki. Nefnum verið sínt, þá mun fólk fara á hana 100%. Já, reyndar, þá er þetta frábært trikk. Nú þurfa allir að sjá þessa mynd. En myndi maður ekki ef að George Clooney myndi senda, veist það, ég held að það sé alveg sama hvað Clooney myndi beða mig að kvitta undir, ég myndi gera það. Ég myndi ekki eins að lesa pappirina, bara er þetta frá Clooney? Já, Auðun, Blöndal, komið. Því ekki er hann að fara að hýrða mér húsi, íbúðuna bílinn, hann á nót til. Já. Svo er hérna, Nicki Minaj, þið þekki hana strákar? Góð vinkona mín. Góð vinkona Steinda. Hún er núna hætt með kærastanum sínum Safari Samuels, þau eru búin saman í 12 ár. Og hann er bara suicidal, stendur hérna. Hann er í sjálfsmórshugleiðingum og
Hvað, sett hann það á Twitter eða? Já. Hæ, ég í sjálfsbásugleingum endilega retweeti þessu drasli. Já, ég meina, maður skilur hann ágætlega. Hún er mikill fengur. Já, og það sem að fyrir mest í taugarnar að hún svo ánægð að hún sé á lausu. Hún alltaf eitthvað að dilla sér rassinum í öllum viðtölum og það nú ekki annað hægt. Nei, hún með alveg ágætis tush, eins og stendur og já, hún líður voða lítla og allt í rugli og Puff Daddy eitthvað að hugga hann. Puff Daddy að hugga fyrir hann til kæðsana. Vá, hvað ég var til í að láta Puff Daddy hugga mig. Ég veit að breyna lið maður. Já, það er alveg krist. Mér líður ekki til að Puff Daddy að hugga mig. Nei, menn það eru bara vinir og hann eitthvað í hálsbón, menn ekki eitthvað þannig bara. Jú, bara fallit. Og, já, þetta er bara fallit. Ég skil ekki þessu lið. Svo var það einn í restina, þá var hún að opna sig með það, hún vinkonu okkar Katy Perry, að Russell Brand, grínistinn, hann skildi við hann í gegnum SMS. Og sendi henni bara SMS á sínum tíma, ég vil skilna og talaði ekki við hann í marga mánuði, ekki einu sem til að hyrða eigur en eitt og bara hafði engan áhuga að tala við hana. Þannig að þetta svona öðruðis aðferð. En ég með Miley slúður. Já, ég meina þú getur alltaf fundið eitthvað, hvað var hann að gera? Reykja Jónu eða var hún á nærbuksunum einhvers staðar? Hún var einhvers staðar í Christmas party. Nei, þetta er mjög gott Miley slúður. Það er jólaboð hjá The Schwarzeneggers og mammenar vildi ekki fá hann. Hann var ekki bóðið. Við sögðum það síðasta þætti. Nei, þetta er fresh slúður sko. Jú, hún ætlaði ekki að koma ef hún kemi. Manst ekki, ég var að segja. Já, nú er búið að banna hana sko alveg og hún kemur ekki. Patrick Schwarzenegger Það er alveg hljóðstrakka. Þetta er glænýtt. Hver er Patrick Schwarzenegger? Sonur Arnolds. Hann er að deyta Miley Cyrus núna. Vá, hvað það fyrir Arnold Schwarzenegger Tengdapabbi Miley Cyrus. Þetta er ekki hægt. Hvað er að gerast þetta? Þetta var slúðurpakki dagsins fyrir með auglýsingar og svo ætlum við kortmyndur frekar. Ég ætla að svissa, ég ætla að taka kortmyndur frekar núna og myndur fyrir cash setna af þetta. Gott flipp. Já, ekki? Hristu upp í þessu jólaþætti? Dampin og Mix kynna Horrible Bosses 2. All we have to do is be ourselves. Let's not be ourselves. Ourselves is a dumpster fire. Good note, nobody be themselves. Good tip. Langskemmtilegasta jólamyndin í ár. Þeir eru komnir aftur. Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day og Jennifer Aniston. Horrible Bosses 2. Komin í bíó. iPhone 6. Gjöf sem segir sex. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind. Þú færð Óspray bakpokana í GG Sport. Við mátum, stillum og sérmótum alla Óspray bakpoka þannig að þeir passi fullkomlega. Við erum sérfræðingar í bakpokum. GG Sport smiðjuvegi. ggsport.is. Hátalarar, tölvur og heyrnatól. Þú færð harða pakkan hjá Advania. Líktu við í verslunum okkar í Guðrúnartúni, á Akureyri og á advania.is. Sjáðu jólamyndirnar á þriðjudagstilboði alla helgina. Smárabíó og Háskólabíó. FM Belfast býður þér inn í sól og sumar á Húrra 20. desember. Finnlandia hittar þau upp. Miðasala á tix.is. Mundu flugið undir pakka innan lands með flugfélagi Ísland. Aðeins 1300 krónur fyrir alltaf 10 kíló af pökkum. Minnkaðu stressi í desember með kaffi Grensás. Komdu við og nældu þér í 16 tómmu pítsu með 3 álagstegundum ásamt hálfum lítra af gosi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás, sími 553 51 23. Myndavélar, flakkarar og Bluetooth stýripinnar. Grjótharðir pakkar frá Advania. Líktu við í verslunum okkar í Guðrúnartúni, á Akureyri og á advania.is. 3 viðskiptavinir á dag fá endurgreidda áfyllinguna sína með kortum og lyklum Orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orkunni eða Shell alveg fram að jólum. Orkan. One Direction kennir jólagjöfina í ár. Fullbúið ferðanasett fyrir stelpur á öllum aldri. Harry, Neil, Zayn, Louis, Liam. Hver er þinn uppáhalds? Frábært tilboð á kaffi Grensás. 16 tómmu pizza með 3 álagstegundum ásamt hálfum lítra af gosi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás, sími 553 51 23. Í jólapakkan, úrval af skíðum og allir skíðapakkan með 20% afslætti. Úrvalið er í Útilíf. Hvað færði jólagjöf frá lukkutölunum þínum? Lotto, alltaf á laugardögum. Opið til klukkan 10 öll kvöld til jóla. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari.
Það opið í A4 skeifunni frá klukkan 8 alla virka daga. A4. Þú fær Lobster, Battalion og Rómsjóbrettin í Bryn Laugavegin. Eftir tónleika eða leiksýningu frábært að fara út að borða. Opið til miðnættis helgar. Á Uno. Gjöfin í Makklandi. Makklandinu góða. 150 milljónar risapottur fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Í jólapakkan, úrval af skíðum og allir skíðapakkar með 20% afslætti. Úrvalið í Útilíf. Falleg jólakort og persónulegar jólagjafir á prentagram.is. Harðir pakkar í G.A.P. Hjólabúðum G.A.P. G.A.P.is. Ný sending. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Blumbar laus og liðugur og langar að hitta þig helgina. Ertu til í hitting? 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4-6. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk. Þetta Uptown Funk hér með Mark Ronson og Bruno Mars. Gamla segja frá því að þetta lagið sem að Fleur East sló í gegn með í X-Factor fyrir ykkur sem að fylgdust með því á Stöð 3 og gerði það vel. Virkilega flott. Viskuperla í móði blöð. Já, ég horfa á allt svona. Ég elska svona gott talent, X-Factor, Idol, ég horfa á þetta allt. Já, og ert nú kynnirinn líka í talentinu. Búin að stúdera þitt fag. Já, búin að stúdera það. Ég öll þess ár. Sveppi, þú ert nú oftast með mér í liði í þessu. Við horfum alltaf á Idol og X-Factor og svona. Já, ég var hrifinn af þessu öllu saman. Tókst ekki þessa serju eða? Nei, hún fór svolítið fram með mér. Reynda finnst mér núna að vera svolítið ómikið af þessu öllu, sko. Já, kannski. Það hægt að vera svolítið spennandi. Já, þetta var samt besta serja sem ég hef séð. Það voru svo margir góðu söngur þarna. Já, þetta alltaf skemmtilegt. Og vann einmitt hann Heiná, eins og hann heitir Ben Heiná, og óskum honum til hamingju. Öllum drullu saman að við skulum fara í eitthvað sem að fólk nennir að hlusta og það dagskrárliðurinn. Hvort myndur frekar? Já, við ætlum að víksla. Við ætlum að geima myndur fyrir cash. Oftast förum við myndur fyrir cash hérna, en förum núna í dagskrárliðin hvort myndur frekar. Ok, mér finnst þessi svolítið, sko, ef ég var að hreinskilja, mér finnst þessi erfiðari. Komið fyrir. Þessi erfiðari? Mér finnst þessi erfiðari, já. Ok, okkur? Þetta eru bara einhvern veginn... Þú segir alltaf já við penningnum? Nei, þetta eru bara þingri, þetta eru erfiða spurningar. Já, og það eru ekki léttir. Þú gefur maður alltaf valmöguleika og maður þarf alltaf að velja á milli tvennils. Já, ekki alltaf. En þið tilbúinir? Sveppi, þú þekkir reglur í þessu? Ég hef aldrei verið meira tilbúin. Ef að byrja á Sveppa? Já, þið bara svarið allir svona í einu, það sem að bara komið með þið þekki þetta. Okay. Það enginn sem byrjar. Hvort myndið þið frekar, sofa hjá geit og enginn kæmist að því, eða ekki sofa hjá geit en allir héldu að þið hefði gert það? Þessi góð, ég myndi sofa hjá geit. Og enginn frétti það. Þú varst ekki lengi? Nei, ég hugsa að ég myndi gera það líka. Er það? Já, maður kallað Gilly Gate, það sem eftir væri. Það er að sem... Já, en ekki að þú Gilsa Gate? Já, en eina þarna sem þú veist samt þú svast hjá hann, sko. Já, maður myndi bara fá sér nokkra sjúsa og bara man up. Man up? Herra, hvað sagður? Myndur þú fá þér nokkra sjúsa og man up? Þú veist þú ert í beinni, sko? Já, ég segi svona. Ég meina það er rosalega vond að hafa þetta umtal á bakkinu, sko. Þú vilt ekki allir að við haldi og veri sofandi og geit allan daginn. Nei, en þú gerði það sem ekki, þú ert saklaus. Nei. Þannig að þið eru allir saman á því, Gilsi. Hvað segir þú? Er það Gilsi Gate? Þetta er mjög erfitt. Sko, geitin, hefur hún alveg gaman að því að sofa hjá vönnum? Ég hef ekki prófað. Mér finnst þetta að vera góðu punktur sem eitt komið, sko. Það má ekki bitna á geitin. Nei, veist, ef þær hafa gaman að það, sko, þá er strax einhvern veginn skára, sko. Já, en þú ert að trýta hana, þá er þetta svona... Trýta hana? Hvað, ætlar að bjóða henni nutt og eitthvað fyrst? Nei, ég meina svona, ef henni finnst þetta bara notalegt, þá held ég að það myndi nú ekki særa neitt. Þið ætla að segja allir já. Segðu allir að myndi taka sofa hjá henni og sleppa umtalið. Já, heldur við sammála það bara. Við erum báðir sammála það. Jú, er þetta ekki líka bara eitthvað box sem maður þarf að haki og maður hverfur af þessum klaka? Nei, það held ekki. Sem betur fer. En svo er það næsta. Hvort myndið freka vilja... Hvað er aðvíðum? Hvort myndið freka vilja vera ólæs
en geta lesið hugsanir fólks eða bara vera læs? Ég væri til að vera bara ólæs og geta lesið hugsanir fólks. Er það málið? Og geta ekki lesið? Þú getur ekki lesið tölvupósta? Þú gætir alveg redda þér. Hvernig? Þú notar tölvupóstaðir mjög mikið. Já, á Facebook og... Hvað segir Sveppurinn? Ég myndi ekki vilja geta lesið hugsanir fólks. Nei, það kannski bara vesen. Það ert að grínast maður. Geta lesið. Situr heima hefða maður við hliðina konunni og hún veist hvað hún að hugsa. Djöðlega hún er ógeðslega maður. Það ekki glæta þessi slepp upp á mig í næstu fyrir mig. Hvað er að hugsa þetta? Skífill er hann ógeðslegur. Og þú bara, hvað meinarðu? Hvað? Ég les hugsanir. Ég les hugsanir. Ok, ég held þú kynir ekki að lesa fyrir blöðið. Egil, en þú? Já, ég held að sé nefnilega þetta góða punktur hjá Mushroom. Ég held að sé ekkert mjög spennandi að geta að lesa þetta hugsanir. Þess að ég kann segja með þeir í bíóblöð, þú ert að hugsa, ég þarf að skýta í hliði, þú veist frábært, það er ykkur fyrir með myndina, skilur. Ertu 5 ára? Hvað meira? En það ástæðan fyrir þú vilt ekki geta að lesa hugsanir. Þú ert í bíó með mér og ég getur þetta að kúka og vera að hugsa það. Og þá er þú bara, hann er að hugsa að kúka. En ég meina, getur gjössamlega eðilega alla stemningu bíó. En ég meina, þú lítur samt að geta, þú ert ekki stanslust að heyra hugsanir annara. Þú ræður hvenar þú ræður hvort þú lest það eða ekki. Yes! Heyrið er ekki bara non-stop. Nei, þú þarf bara að horfa á og svo byrjar þú bara að lesa hugsanir. Þannig að ef þú verður með bíó og þú þyrftir að hægja þér og geti bara sleppt Já, sem er náttúrulega martröð fyrir þig. Já, þá myndir þú að lausa það. Eins og maður gerir, fer bara í bíó og alveg að skýta í sig og býður eftir hliði. Hamgerist Egil, hvað er að þér? Þú ert orðinn faðir. Ég var búin að gleyma þig hvað hann er mikill alveg bara. Já. En veit ekki allir að þetta frekar vilja vera læs heldur en að geta lesa hugsanir. Já, hittur mikið við. Allir sammála þar. Þá er það síðasta. Hún er skemmtileg. Ég vissi að það er nú bara skemmtilegri í dag. Hvort myndir þú frekar? Hvort myndir þú frekar vilja vera með lappir jafn langar og puttarnir ykkar eru eða putta jafn langir og lappirnar á ykkur eru? Sko, löppin á mér er svona 50 cm. Nei, þú veist. Ég væri bara með putta sem að væri rúmlega metur á lengd. Eða bara stubba. Lappir sem eru svona stórar. Já, sem eru svona stórar, já. Já, bara svo puttin. Já. Og byrju, en það er það ekki bara getnaðarlimurinn nuttast við jörðina? Já, þú verður bara eins og þrífótur af því að tippið orðið svona stór. Varstu að hugsa tvöfaldpötan eða? Nei, ég er bara svona, þú veist, þið er hældið sinn. Þetta er mjög erfið spurning. Þetta er erfið spurning, ég meina það er náttúrulega tómt vesen að vera með lappirnar á puttunum. Nei, þú ert ekki með lappir. Já, ég veit það, en þú stástu með, sko, það er eiginlega ekki hægt, sko. Þú eiginlega, þá myndur þú draga puttana eftir jörðinni, sko. Þegar þú lappar með hendur með síðum. En að vera með svona litla lappir er náttúrulega líka ömulegt. Og hvað þá í þessari færð? En þú kæst ekki út úr húsi. Ég myndi vilja vera með putta sem að vera jafn langar á lappirnar á mér. Já, ég tek líka. Já, þú getur náttúrulega verið, sko. Það er skárra. Þú getur verið að multitaska svolítið, þú getur verið að sitja bara og horfa á sjónvarpið og getur teiktið og smurt brauð og þú getur gert alls konar svona verið út allt í stofunni. Já, þú þarft ekki einu sinni fjárstýring á sjónvarpið. Já, heyrðu, þetta er þetta bara góða punktur. Að segja þessi allt, maður getur ekki verið með svona, og ég er að setja upp, eða fyrir hlustundur sem sjá ekki, ég er að setja upp eitt putta núna, þú getur ekki verið með svona litla lappir. Nei, það er ekki hægt, það er bara vesen. En samt það myndi að halda búknum, og þetta er bara svona, veist, imaginary. Já, kannski með alveg 50 svona. 50 svona, glæsilegt. Þetta var kortmyndur frekar, voru ekki ánægð með þetta í dag? Jú, þetta var bara frábært, mjög gott. Ég veit að Egil verður ánægð núna. Það er DJ Muscleboy og Muscle Bells. Drop the bass, Jesus. I want for Christmas, it's a healthy body. Reindeer, fly me to my gym. Hey Santa, you can't get your overweight ass down the chimney. Hit the goddamn treadmill. Are you gonna be big fat Santa or big muscular Santa? You decide. A lot of people gain weight over the holidays, but I say gain muscle.
Muscle Bells. Yes. Já, við erum hér í gríðalega stuði í FM 95 blöð. Þetta síðasti þátturinn á árinu. Sveppi Krull gestastjórnandi með okkur í dag. Alltaf kjafti hvað ég hress. Sveppi, hvernig finnst þið? Þú ert svo mikill aðdáandi Muscle Boy. Ja. Hvernig fannst þér þetta? Þetta fannst mér bara eitt gallsúrasta snild sem ég hef heyrt. Já, varst ánægð með þetta? Já, ég er mjög ánægð með þetta og þetta er svo asnalett og mikið rugg. Thank you, Mushroom. Jesus! Drop the bass! Thank you. Hann vil að Jésu droppi bassan. Já, mér finnst það bara snild sko. Ég ætti ekki að enda með því að ég hef verið komin á ball með Muscle Boy einhvern veginn. Já, getum við komið til Selfoss í kvöld. Eða Skagan á morgun annað hvort, þú ræður. What the fuck, ert út allt? Alltaf gerast ekki allir. Ég er highly successful. Ég veist ég skjáta það. En það styttist í, það var annar meistar að labba hérna í hús. Hann heiti Jan Jansen og er góð vinur þáttarins. Og við ætlum að henda í eitt FM 95 blöð gott talent hér strax eftir auglýsingar. Og þetta verður í fyrsta sinn sem eru 3 keppendur í FM 95 blöð gott talent. Og hvað, er Nonni dómari? Já, Jóni dómari. Má sjá, getur þú talað, kveikt það sem... Ég veit ekki alveg. Já, hann er það. Sætlunur? Hvað er að frellapjala þér? Jók. Hvað segir, ertu ekki feskur? Jú, drullu feskur maður. Já, þessi Mike er lélegastur, þú voru að vera alveg vonum. Já, drullu feskur maður, ógeðslega feskur. Já, ógeðslega feskur. Þú ert líka að spila í kvöldið, ekki? Jú, spila í Austurbæ. Spila í Austurbæ í kvöld, förum aðeins betri yfir það á eftir. En þú ert með 3 keppendur í dag, Jón, þú veist það. Já, þetta er svakalegt. Pældi hvað þetta erfið keppni, ég er að keppa móti 2 hæfileikustu mönnum þjóðarinnar hérna. Í talentkeppni. Rólur. Wow. En þú ætlar að vinna þetta. Það verður erfitt. Ég viðurkenni það. Við sko að gerum, við hendum í auglýsingar, það kemur ekkert lag eða neitt eftir auglýsingar, við förum beint í keppnina því hún mun taka smá tíma, en fyrst hendum við í nokkrar auglýsingar. Þrýstipunktamottur og púðar. Nú fáanlegt í Líkam og Lífstíl Kópavogi. Líkamoglyfstíl.is. Desember er dekur mánuður. Nú getur þú gætt þér á glænýjum barbecue rifjum á næsta Subway stað. Leyfðu þér smá fyrir jólin. Subway. Starfsmenninir taka upp hanskan fyrir viðskiptavinina. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð, en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Nú getur þið fengið snjallúr og snjallsíma frá Samsung, LG, HTC og iPhone 6 í tölvulistanum á lægra verði. Auk þess fylgir 32 GB minnistækkun öllum Android-símum til jóla. Opið til 10 kvöld allt land. Tölvulistin. Fyrir 320 kall og með smá heppi getur þú loksins farið í lestarferðinum Evrópu sem þið hefur alltaf dreymt í þinni eigin hraðlest. Eurojackpot, föstu dagur til 4. Sjáðu jólamyndirnar á þriðjudagstilboði alla helgina. Smárabíó og Háskólabíó. Gefðu töfrandi stundir í jólapakkan. Gjafakort Borgarleikhússins. Gjöf sem lifnar við. Borgarleikhúsið. Gott í matinn jólin. Töfrar jólana byrja í Netto. Netto í jólaskapi. Ert þú svangur? Viltu alvöru bita? Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Það verður sko engin jólavínaleikur á Anfield helgina. Tippað á Liverpool Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Yellow Boots. Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. Jeppadekk í miklu úrvali frá BF Goodrich, Toyo, Maxxis og Interstate. Bílabúð Benna og Nestek. Ekki hika. Rudolf er bara í boði á meðan birgðir endast. Fabrikan. Dogma er með jólagjafir handa þeim sem eiga allt. Dogma Laugavegi, Smáralind, Kringlunni og dogma.is. Jóladiskurinn í ár er villibráð. Veiðikofinn, Lækjargötu 6B, ekta góður. Allt sem nú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Ilmiti frá Jimmy Choo eru komnir í verslanir. Jimmy Choo ilmitnir eru flottir í jólapakkan. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Hefði ekki geta orðað þetta betur, þú ert að hlusta á FM 95 blöð og það er svo mikil stemmingi á okkur að við nefntum ekki eins og í lag. Við ætlum að fara bara beint hér í hæfileikakeppni eða FM 95 blöð gott talent sem er nú reglulega hjá okkur. Staðan er 3-2 fyrir Steinda en við erum með gestaleikmann í dag og hann heitir Sveppi Krull og kemur, já, vonandi tvíeldur til leiks. Hæ. Hæ, þú ert tilbúin í þetta ekki?
Já, þannig séð. Þannig séð, dómarinn Jón Jónsson, hann tilbúinn eða? Hann er tilbúinn. Og eftir hverju ertu að leita í dag, dómari? Ég að leita, náttúrulega, hjá þeim tveimur ég að leita að þeir séu komnir að næsta stig, þeir séu komnir í næsta þrep, skilu, þeir eru það reyndir að þeir eiga að vera búin að stækka atriðið sitt. Það ekki? Jú, þeir eiga að vera búin að stækka. Og nú spyr ég bara sem, ég náttúrulega bara einhver sköllóttu kynnir hérna, en var ekki gaman líka að sjá það að gera eitthvað nýtt? Það væri auðvitað gaman. Það væri mjög gaman. Það væri stemming. Við vonum það besta. En ég spyr bara, Jón, þú ert dómari hér, hver á að byrja í dag? Við skulum byrja á reynsluboltónum. Ok, já. Og við skulum byrja á manninum sem að tröllríða internetinu þessa dagana með vöðvalæginu sínu. Já, það Gilsari sem byrjar. Já, það Gilsari sem byrjar. Fuck! Ég var að vona að ég hefði ekki að byrja, það verst að byrja. Nei, það er John er búin að gleyma öll atriðunum mínu þegar þið gerir þetta upp í restina. Það ágætt að byrja. Látt hann bara ekki gleyma. Það er ágætt að byrja. Já. Svo þarfst að skoða hérna. Það er allt tilbúið með tónlistina. Þú stressast í vel upp. Ég þarf aðstoð frá ykkur meisturunum á 2 stöðum í my act. Þegar ég segi, þegar ég klára að segja hérna, ég gef ykkur bara merki og þá er það að hlæja alveg svona ég og Jón, það er bara allir hérna gef okkur merki og við erum að öskur og síðan ger ég svona, því ég spennir svona vöðvana þá er komið svona heröskur þetta er tvensi því að gera við að taka þátt í atriðinu þetta er bara Ertu þægilegur? Ekkert mál, ég er mjög þægilegur Þannig að ég þú þarft að vera með headphone Fyrst kem ég hérna Þú ert að fara hérna, Sveppurinn og Jón þurfa að skipta pláss Jón fer í mikrofónin naða og Svepp ekki með ringa Fyrst tekið merki, allir að hlæja tekið afturmerki, heröskur ok Ég er náttúrulega, bara sem kynir, ég er búin að hitta það svo oft Þannig að ég segi bara, Egil, alltaf gaman að sjá þig Sem að leiðis Þú ert spenntur eins og alltaf ekki Ég er bara spenntur Já, sviðið þitt Spenntur og kvíðin Alltaf ekki spyrja mig hvað ég ætla að gera Sviðið þitt Já, það er svolítið Spenntur og kvíðin með spenntan kvíðin Á ég að tala við Jen Já Ætla ekki spyrja mig hvað ég ætla að gera í dag Gangi ég vel Já, ætla ekki spyrja mig hvað ég ætla að gera Frábært Þá bara hérna Íttu bara play-blö og grjóthaldi í kjafti þá til ég gefa ykkur merki Ok Ef að fá að vita hvað ætla að gera það Hvað ætla að gera í dag? Ég með ræðu Það er nýtt og vest Hann tapaði náttúrulega síðast þegar hann breyti til sko Ég tek enga sensa Ég missa Það er ekki sensa þetta í dag Ég tapaði síðast Hann ætlar ekki að taka neitt 3-20 Tilbúin Egil Vá Ég er tilbúin Ok Og það er gata drasl Sons of Scotland I am William Wallace William Wallace is 7 feet tall Yes, I've heard Kills men by the hundreds And if he were here He'd consume the English with fireballs from his eyes And bolts of lightning from his arse I am William Wallace And I see a whole army of my countrymen Here in defiance of tyranny You've come to fight as free men And free men you are What would you do without freedom? Will you fight? Fight against that No, we will run And we will live I fight and you may die Run and you'll live At least a while And dying in your beds Many years from now Would you be willing to trade all the days From this day to that For just one chance Just one chance To come back here And tell our enemies That they may take our lives But they'll never take Our freedom Thank you Það vantaði lokið besta partin Scotland Og þegar hann að ríða á hestinum Ég var að setja fótinn niður Hann er búin að fara með þrusu ræðu hérna Og þú drullar yfir einhvern endi sem vantaði Ég stúdir þetta svolítið fyrir búningapartíð mitt í sumar End á Take Our Freedom Ég verð að viðkynna það er ekki þægilegt að koma eftir þessu seppi Nei, þetta verður erfitt Sem kynnir ég spyrir dómari Jón Jónsson Hvernig var þetta? Ánægð með þetta? Það var vel gert og hérna ég vissi bara ekki að Al Pacino hefði leikið í þetta hlutverk en
Þetta var Var hann að vinna stundum alba síðan sína? Hann fór svo smátt saman aftur í hann. Hann byrjaði með góðans kostnafri og svo hvarf hann hægt álega. Ég er búin að setja bar. Það er bara hannig. Já, og ekkert smá. Líka gaman þegar þú segir það sjálfur. Ég er búin að setja bar. Hver er næstur, kæri dómari? Ég væri til í að fá smá nýtt blóð í keppnina núna. Fá sveppininn. Egil og Sveppi skiptið sæti. Vá. Við erum að fá nýtt blóð í keppnina. Sveppi Það er ógeðslega erfitt að vera seinastur, eða ekki? Að vera síðastur. Það er best að vera síðastur, assface. Nei. Jón man best eftir því sem gerði síðast. Nei, hvað? Það er bara hvað gullfiskar minni þetta er Jón sér með. Ég segi það. Hvað heldur hann sem bara að gleyma því sem gerðist fyrir 4 mínútum í stúdíu? Hvað er að gerast þetta? En það var eins og að koma með nýju blóði 4 mínútum. Það er Sveppi Krull. Sveppi núna náttúrulega kemur og hittir þú veist í talent og hittir náttúrulega hérna kynninni fyrst. Ég segi velkominn, þú veitir. Takk, ég heiti Sverrir Þór. Sverrir Þór, gaman að þessu stressaður? Jó, mann er alltaf stressað þegar maður kemur fram svona með nýtt efni. Ekkert verið að láta stressað tröfla, nýttu það bara og Já, maður er að reyna nýta það í mitt eins og sér. Já, sviðið þitt, gangið vel. Takk. Hvað talaði ég ekkert við dómar? Sæll. Hvað ætlar að gera? Heyrðu, mér er alltaf dreymt og ég held þessi góður í stand-upi. Já. Og mér finnst vanta meiri svona stand-up menningu hérna á Íslandi. Þetta er alltaf bara Pétur Jóhann og Steini Guðmunds og ég verið með stundum svona í partíum og verið svona svolítið hrókur. Já. Alls fagnar. Þannig að ég ætla að hendi í smá stand-up. Það er svoleiðis. Ég segi bara gangið vel. Takk. Þú þarft enga tónlist eða neitt það? Nei. Heyrðu, hvað er málið með flugvélar, skilur við? Þetta fer bara upp í loft og maður veit ekki einu sinni hvort þetta farið niður, maður er bara í einhver röri og þetta bara er þarna, skilur við? Maður fer þarna inn og svo heyrir maður bara svona og maður byrja, hvað var þetta, flugstjórinn? Er hann fullur fram í cockpit, maður? Þið veitir akkur þetta heitir cockpit af því að þeir eru að fljúa á tippinu. Svo, hvað er málið með McDonalds? Akkur ekki McDonalds á Íslandi? Skilur við? Þú veist, hver ákvæmar? Nei, herru, við búum á EU og það bannaður með McDonalds. Maður getur ekki einu sinni fengið sér Big Mac lengur. Og hvað fáið þið ákvað að setja súra gúrku í Big Macin? Skilur við? Herru, ég er með hugmynd. Já, við erum inn á stóra fundinu við á McDonalds. Ég er með hugmynd. Það setjum súra gúrku í þetta hamburger. Gæt maður. Algjör snilt maður. Hakki í það box maður. Súra gúrku í alla borgarana hjá okkur. Það er ógeðslegt. Þú veist, þú maður að veltaði fyrir sig, sko, þú veist, akkur heita allir svona skyndibitastæðar, Metro og Subway, heita bara eftir lestakerfi, maður bara, ok, ég er með hugmyndarnafni, Subway, já, eins og lestakerfið, já, einmitt, meikar ekki að segja, svo er náttúrulega jólin að koma og maður, ég fór nú að keypti konfekt, þannig að kellingunni var, þá sagði konan, maður bjóða þér núggatsúkulega, ég bara, what the fuck, hver setur núggat í súkulega? Hvað þarf að vera búin að setja mikið að drasli í súkulega áður þú prófar að setja núggat í það? Hvar var það ákveðið? Að stóra fundi var það ákveðið að það væri sniðut að setja núggat í súkulega? Settu þetta í súkulega og prófa þetta. Já, þetta er sniðut. Er þetta gott? Já, þetta er gott, maður. Fara og seljum þetta, maður. Bara núggat í allt. Já, ég heiti Sverrir Þór, takk fyrir mig. Ég er búin að vera frábær. Fuck, ég veist að ég reyndi, ég var að setja mér illt í andlitinu, ég hló svo mikið. Ég var að setja á FM 95 bló Snapchatið mynda Sveppa og svo fyndi hann svo reiður og hvernig hann hallaði sér aftur þegar hann að segja þetta. Við grétum. Þú varst með lokuð augun, Sveppi. Vá. Hvað segir þið dómarinn? Vá, ég bað ferskt blóð og við fengum ferskt blóð. Það er hárrétt. Vá. Stand up, maður. Akkur ertu ekki hverja einustu helgi allstaðar með þetta? Þetta er bara stutt, þú mæti bara í 4 mínútur og bara tekur hann 20 staði í einu. Hvað er málið stand-up? Er náttúrulega gegn. Hvað er málið með? Hvað er alveg, Það er einn maður sem er mikill aðdáandi þinn sem að vinna mikið með það, Brjálbreki. Þið getur verið saman að skemmta. Já, nákvæmlega, við varum fínir saman, sko. Hvað er málið með konur? Hvað fannst þér skemmtilegast í stand-upinu, Jón? Já, ég verð að segja
Ég veit það ekki, hvað var það, cockpitin bara, ég veit það ekki maður, þetta er bara, já því að sko hann fór ekki neitt með flugvélabrandarann skilur þess að hann var ógslag fyndið skilur hvað er bara eitthvað flugstjóri frammi, sem er bara, já það er flugstjóri það er svo gott að vera með þannig stendur að því að þú lærið sjálfur að því sem þetta að segja sko, þá skiptir einhver máli hvað að segja það verður erfitt fyrir Stonefucker að koma eftir þessu tveimur atriðum Ætla þú að vera meðstendur ég hef bara aldrei verið undir jafn mikill pressa og þú ert með flesta sigra í þessari keppni þannig að menn svona, það er fólk núna úti að hlusta sem segir, wow, mér er þess að sá bestir eftir Steindi setur ennþá mér að pressa takk fyrir að bæta í pressuna, takk fyrir það en hérna, ég er klár ok, herru, í hvað röð var þetta aftur hérna, það var Christmas, X og og þriðja á sekundu 17 Ég held að Steindi sekunda 17 á þriðja Þetta eru svona 3 lög sem þú þarft að spila yfir þú mátt ekki klikka á þeim, það er stór partur af þessu Þessan er ég að hjálpa þér hérna maður Herru, hérna er ég ekki kynntur inn? Jú, sæll og blessaður, verður velkominn Já, takk fyrir það Við erum náttúrulega hist áður Jú Þú komið hérna nokkru sinnum Já, það passar Stressaður? Já, ég er mjög stressaður Já, gaman að heyra, drullar enn og svið Blessaður, velkominn Akkur fengur þið svona dónalegar hérna móttöku Hvað ætlar að gera fyrir okkur? Herðu, ég hef nú verið að vinna svolítið með leikrit það er húsdýrin í húsdýragarðinum Já og Hrannar, starfsmaður þar Já, Hrannar, vinnur okkar Ég ætla að halda áfram Þetta þar í hann aftur Og hann, náttúrulega, hann var búinn að bjarga þeim frá geimverunum Já, hann var búinn að bjarga frá geimverunum Það er spennandi að sjá hvað Já, þetta er sem sagt já, það er bara, nú er að nálgast jólinn og svona, það er svona huggurætti á dýrunum og Hrannari Já, æðislegt og hérna, já, ég geti bara Gangi þér vel Já, takk Ég verð að fá að spyrja, er einhver ný dýr? Já, það getur komið nýtt dýr að þinn verður nú bara rólegur okay. Og ég ætla að beða þeim að íta á play á jólaleginu Ok Mikið er nú gaman að eyða jólunum með ykkur húsdýrunum að skera Já, ég að skera hryggina, vill kannski ykkur annar gera það? Já, verið nú róleg, það er alveg nóg til hvað alltaf Hrannar sé að fara að klikka á jólastekinni Býtu, hver er að banka á aðfangadegi klukkan 6? Já, rólegir Herðu, þetta er hamstur og hann verið stöður eitthvað meittur Býtu, hvað er að? Hann segir stöður með senaskeiðabólgu og býtu, hvað segir þú? Býtu, hann segir að það séu geimverur á eftir honum Hitt lagið þetta Hann segir Passið ykkur geimverur allar að myrða okkur með koldu blóði og það er komið tími á húsdýrin Þetta er ekki að virka hjá okkur húsdýr Hvað er hamsturinn með senaskeiðabólguna? Hann hlýtur að vita hvernig þegar maður segir að geimveruna Þetta er að virka Hamsturinn er búinn að bjarga okkur Ha, býtu, er hamsturinn í gellusjömminni séður? Hann er með byssu, passið ykkur Wow Þetta er ekki mesta síra Já, hausverkja hlátri Stór Þetta er ekki mesta síra sem ég sé Ég bara var ég til í framhalds En eru að tala tímamót voru dýrin að deyja þarna eða? Já, Nei, var hann ekki að drepa geimverurnar? Já, nei, sko, hamsturinn skaut á dýrin, sko og það voru þarna Það var ekki allir það sem var síðust Nei, þau særðust en þau eru kannski ekki alveg dáin ég ætla ekki að fara það langt Ég ætla ekki að ganga það langt að segja þessu dáin En þau særðust vissulega Við gætum verið á dýraspítala í næsta já, rætt, það er búið að hugsa svolítið fram í tíma Hvað segir Jónsson núna, maður? Vá, sko, ég verði ekki þetta er öll atriðin, frábær atriði Egill náttúrulega byrjaði að setja standardinn ansi hátt setti press á hinni strákana nema hvað, ferska blóðið kom ansi festinn og ég svona var eiginlega bara, heyrðu
ferskleikinn, þeir að fara að segja þetta, skilur. En, þú veist, síðan kemur bara eitthvað glænýtt take á húsdýrin, skilur. Ég held að bara, Hamstur. Já, hamsturinn, þú veist, þessi innkoma, þetta er rosalega erfitt val. Já. Og þú veist. Ég þarf svar frá þér, við erum að reyna út á tíma. Sigurverðin í FM 95 blöð, gott talent 2014 er... Oh Lord! Oh my, þetta er erfitt að Hver er það? Vegaljósið skæra. Jólagjöf þú finnur þar í Makland ljúfa kæra. Lebowski bar kunngjörðir jólaburgerinn. Hægældaður purusteikaborgari með tómat, lauk, rauðkáli, sætum kartöflum, eplasalati og sérstakri jólasinnepsósu. Opnum alla daga klukkan 11. Sjáumst í hádeginu og verði ykkur að góðu. Lebowski bar. Þú far jólagjöf mótor, fjórhjóla og vélsleðafólksins í Nitro. Nitro, Kirkjulundi 17 Garðabæ og nitro.is. Ho, 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 ho! Jólatilboðin eru í stærstu tölvuverslun landsins. Tölvutek Hallarmúla og Undirhlíð Akureyri. Þú fær skíðabúnaðinn í markinu. Allir skíðapakkar á 25% afslætti fyrir jól. Mikið úrval að hjálmum og skíðaglerum frá Skott. Markið, Ármúla 40. Veldu jólagjöf sem hljómar betur. Spotify Premium áskrift fylgir völdum snjallsímum í verslunum okkar í desember. Þú getur meira með símanum. Starfsmaður okkar á plani er í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Ætlar þú að eyða desembermánuði að rölda verslunarmiðstöðarnar? Ef ekki, þá ferð þú bara inn á aha.is og klára málið þar. aha.is, tilboð, verslun og veitingar. House of Marley. Liberate heyrnatól og hátalarar. Mögnuð hljómgæði og einstök hönnun. Eirberg lífstíll Kringlunni. Óskum landsmönnum gleðilegar hátíðar og þökkum viðskiptin á liðnum árum. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. FM Belfast býður þér inn í sól og sumar á Húrra 20. desember. Finnlandia, við hittar þið upp. Miðasala á tix.is. Nú búið að þrýfa á skreita lottopottin og allt klárt. Lottó, alltaf á laugardögum. Mikið úrval af flottum fötum á alla fjölskylduna. Opið til 22 í kvöld. Next Kringlunni. Degur fótsnirting í jólapakkan. Snirti og nuddstofan Paradís. Laugarnesvegi 82. Sími 553 1330. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðarsmára 15, sími 55 12345. Falleg jólakort og persónulegar jólagjafir á prentagram.is. Þú fær Q-breiðhjól, aukaluti og reiðhjólafatnað hjá Thierry Verslun. Suðurlandsbraut 32. Thierry.is. Í dag er kjúklingadagur. Taktu með heim eða borðaðu á staðnum. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Ný sending. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Það verður sko engin jólavínaleikur á Anfield helgina. Tippað á Liverpool Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Voltaren gel er á 20% jólaafslætti í desember í apotekum Livju. Livja, lifið heil. Gleddu einhvern jólin. Bílakallinn, dellukallinn, pappa, mömmu eða listamannin. Verkvaralagurinn, Smáratorgi. Nýjar vörur í hverri viku. FNF, tískuruverslun Kringlunni. Falleg jólakort og persónulegar jólagjafir á prentagram.is. FM 95 blöð. Alla föstudaga. Það held ég FM 95 blöð alla föstudaga. Við sitjum hér, ég, Guðjón Blöndal, Egill Einarsson, Steindi Junior og gestastjórnandi dagsins Sveppi Krull. Jón Jónsson farinn, þakkum honum kella fyrir komuna, þvílíkur eðal maður þar á þær. Sveppi mætti, sá og sigraði. Já, tók talentkeppnina, vel gert. Fekk sigur í dag í talentinu. Svo ég er mjög ánægður. Þetta var hörku keppni. Þetta var rosa keppni það maður. Ég held ég væri að fara að taka, missa þetta í Steinda sko.
Já, þetta myndi mér svolítið á úrslitaþáttinn hérna Ísland gott talent. Ég vissi ekkert hvað myndi vinna, en ég grunaði 3 atriði. Já. Og þetta, mér leiði svona áðan, ég vissi ekkert hvað myndi vinna. Nei. Og það gerir keppnina skemmtilegri. Já, guðminn almáttur. Og talandi um Jón, sem að var nú svo, skemmtilegur og góður að heiðra okkur hér með nærvöru sinni, þá ætlum ég að gefa miða á tónleikan hans á eftir. Ég læt ykkur vita betur af því. Og fyrir ykkur sem að vilja sjá smá úr talentkeppninni, þá erum við búin að setja allavega 2 snöpp á FM 95 Blå snappið, konum með 19 manns þar. Blå. Hann að gera kíkja þar. Erum við konum með 19.000 manns? Já. Wow, sætti búin. Það er slattið að liði. Og talandi um snapp, þá er Smáralind, eða Smáralind, hann Logi Bergmann með það snapp í dag. Þannig að ef þið viljið kíkja á hann. Ég er stundum með Smáralind líka, ég er mikill nægmaður. Sem er hressandi, en við ætlum að fara núna í sturlaðar staðreyndir, þið tilbúin í það? Insane facts. Hversu sturlaðar eru þær í dag? Þær eru svona, ég veit hvernig eru fyndnar og hvernig ekki. Í dag, þetta svona skemmtilegu fróðleikur. Já. Sko, ég er ánægð með þær, en ég er ekki haha ánægð með þær. Nei, en það er líka svona okkar markmið að hlustendur verði klárari eftir að hlusta þáttinn. Mér finnst líka alltaf mjög gaman að taka sturlaðar staðreyndir með Sveppa, því að hann fyrir svona að setja sig inn í aðstæður. Hvernig föttuðu það svona? Ég saknast dálítið af því að þú varst alltaf með eina fake staðreind og maður áttar hann að giska hvað var bull. Ég getur þá að byrja með það aftur. Já, ég hefði svolítið gaman að því. Góð með það á 9 ári. Já, ég til ég. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins, meðal ísjaki vegur 20 milljón tonn. Já, nó. Ég væri til að sjá viktina sem viktaði hann. Já, sérðu, byrjaði það. Hver viktar það? Hvernig það? Hver viktar þetta? En já, þeir vilja meina það. Vísindamenn hljóta einhvern veginn að geta að rekna það. 20 milljón tonn, það er rosalega þung. Já, ekkert smá. Þetta grínast. Það getur fara að færa það. Nei. En það er oft verið að tala um toppin á ísjakanum. Maður sér nú bara nokkuð prósent, sko. Nákvæmlega, það er þannig. Svo er það næsta, og þessi finnst mér mjög áhugaverð. Coca-Cola, merkið, er metið, eða bara brandið Coca-Cola, er metið á 74 miljardar dollara, sem er náttúrulega sinnum 120, þannig að þetta er 120 sinnum 74 miljardir á Íslandi, sem er meira heldur en Budweiser, Pepsi, Starbucks og Red Bull til samans. Svona til að sína hversu stórt það er. Já. Hvort var það alltaf bara einhver urban myth saga, eða var það einhver, var það staðfest að gæjarnir sem vissu sem sagt kók uppskriftina þeir ekki ferða saman. Já, er það rétt? Það er staðreind. Það er staðreind. En það minnst þetta myth búið að vera í 50 ár, sko. Já, hvað er það gammal? Já, það kom alltaf einhverju 2 nýjir sem fá að vita uppskriftina, sko. Já. Já, en hvernig vitu, en hérna eins og heima, nú er íslenska kóki búið til hérna heima. Koma er bara hingað og hendi uppskrift. Nei, þeir fá kóki tilbúið sent, sko. Svo setja það verið íslenska vatnu og þetta út í þetta, sko. Já, ok. Svo er það næsta. Já, þessi er skemmtileg. Táglíma er viðurkennd íþrótt í Norður Englandi. Það eru menn að keppa í táglímu. Vá, það er skemmtilegt. Það er ógeðslegt, er það ekki hressandi bara? Er það ekki bara svona eins og puttaglíma, svona þumalputtaglíma? Jú, nema bara táglíma. Já, með stóra tá. Hvað helst það að vera? Nei, ég veit ekki að ekki niðurlega stonefucker. Að traðkona og hvern annan kannski, svona. En hvernig getur maður unni táglímu? Ég skil það ekki. Sko málið er, ég held ég gæti ekki keppt. Það hljóta að vera reglur, þú mátt ekki vera með of stóra neglur á tánum og... Já, ég líka sko, mínar, hérna, ég er með svo ljóta tær, það er svona þjappað saman. Ég myndi ekkert koma svona milli, ég held ég gæti ekki keppt í þessu. Nei, þú var Því miður. En þetta er viðurkennd íþrótt. Ég hugsa að Steindi er fínn í þessu. Með svona langar og ljóta tær. Já, hérna já, mandaríuendur, mandaríuendur hætta saman og talast ekki aftur við eftir að hreiðrið þeirra er tilbúið. Hvað er alltaf talandi saman? Já, auðvitað, ég meina þau þurfa að communicate. Já, skilja þér hvort aðra? Er þetta bara hljóð? Hvað haldið endur hafi ekki samskiptið það? Jó, ég er bara að spáði hvort að þið viti hvað, þú veist, þú eru ekki að tala um eitthvað, ekki að ná eitthvað í matinu og fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöldi, bíó, þú veist, þú eru bara hljóð. Það eru ekki að fara í bíó, en það er að eiga samskipti. Já. En eftir að það eru búin að gera hreiður saman, sem sagt, svona par sem er búið til hreiður og koma sér fyrir heimili. Tala aldrei aftur saman. Og hættu að tala saman og þólast ekki. Þóla ekki hvort annað. Nei, þetta vill gerast þegar fólk fyrir sambúð. Og það er ekki bara endur. Nei, það gerist að mann fólk kynur líka. Þú varst með Big Mac aðan í stand-up-uniðinu. Það eru 178 fræðað meðaltali á einu Big Mac bröði. Nei, þetta finnst mér frábær staðrind. 178. Vá, ótrúlega. Þetta ætla ég að telja næst þegar ég fer til útlanda. Já, að meðaltali, þannig að kauptu 3. Svo er það næsta. Eins og ég gerir vennilega reyndar. Þú ert ekki að segja það. Hummingbirds. Hvað er hummingbird? Ertu bara með fugla í þessu? Það er hermifugl. Já, hermifugl. Hermifuglar eru einu verurnar sem geta flogið aftur á bak. Wow. Fyrstu hvað það ekki býnum alveg?
Getur Superman ekki flóið aftur á baka? En hann er ekki fugl. Nei, hann er líka bara ekki til. Þetta var mjög skrítið. Já. En hvað geta þess að vera að fljúa áfram og snöggskipt og fara aftur á bak? Er þeir eitthvað að nýta sér þetta? Ég veit það ekki. Setur hann í bakkirinn bara og allt inn á bakkar? Hvað haldið hann bara að stoppa og bara byrja að bakka? Já, getur ekki hamburgersböður líka? Já, ég veit það ekki. En allavega þá geta það flóið aftur á bak. What a bird. Já, það er samt svo tilgangslöst að því að ef ég væri fugl og geti flóið aftur á bak, ég myndi alltaf bara snúa við og fljúa, halda áfram og fljúa áfram. Já, hann allavega hefur valmöguleika náði í Sveppi að bakka ef hann vill. Við erum ekki ánægð með þessa sturluðust. Ég heyri það, maður. Þá er það næsta, koalabirnir game oft mat í kinnunum. Svona, veist, og eiga það svo þeir eru svangir. Já, svona eins og hamstrar. Eins og hamstrar. Þeir hamstrar líka í því. Er það ekki, íkornar geima þeir ekki alltaf? Jú, þeir geima. Það er allt í lagi. Geimið þið eitthvað í kinnunum? Ertu með hálsnekar þetta núna að stendur svo að það er éta eftir? Það er meiri líkur með hálfa salem. Geima hálftugna rettu að já, maður nýtir sig þetta oft. Svo er næsta, það eru 3 eftir. Konur eyða tæpri 1 milljón að meðaltali í maskara yfir ævina. Vá. Já, þetta safnast. Margt smátt. Nú bara spyr ég þekki þetta ekki alveg, er maskari dýr eða? Alla snirtuvörur eru dýrar. Já. Ef þú ætlar að köpa quality shit, sko. Þegar þú ætlar að vera í einhverju drasli, þá getur þú sloppið bara mjög vel, sko. Já, menn ef þú ætlar í quality shit, þá kostar þetta. Já, bara þannig, því miður. Það er bara þannig, maður stundum er ekki að vera leiðilegur, sko. Nei, það er enginn að saka það. Það eru 2 eftir, skóabirnir, þessi, ég veit að þú veist þessa, held ég. Hvað er með hana? Grizzly bears. Þeir finna lykt af fólki í 30 km fjarlægð. Já, þessi náttúrulega ég aldrei að fara til Alaska. Hvað er það að gera í því? Aldrei. 30 km í burtu og þeir finna lyktina þess. Vá, það er bara eins og að vera stattur í Hveragerði og það er kóalabjörn bara á Rauðavatni og hann er bara og þau byrjum að rölda hann í áttina til það, sko. Þú hefur ekki hugmynd. Og er hann að reyna, vill hann éta mann, drepa mann? Já, ef hann er svangur. Fer hann alltaf beint í þig eða? Stundum er þeir hrættir. Ef við varum 4 stattir í einhverjum skói og gæði mér svona björn, hvernig ætla hann að færa á? Ég myndan ráðast á hóp. Mér geta hann sem er kaloríu mestur, sko. Hann færa á sveppin? Það færa líklega á sveppin, sko. Síðan færa hann á mushroom. Nei, myndan ekki taka... Nei, hann á stonefucker. Myndan ekki byrja þér, taka svo þá tói eftir. Nei, máli út af fitan er svo fiturík, sem er svo sveppin með á bumbunans núna. Það er sko mikið kaloríu með fitunans. Ef skópið myndi geta bumbuna á sveppa, hann getur lagt sig 2-3 ár. Ég get lofa eitthvað því að ég myndi spretta eins og ég gæti og ég myndi skilja ykkur eftir. Ég hef séð þið spretta, sko reyndar hlaupaður byrja. Við erum bara með lean meat, við erum bara með fitulítið kjöt, við erum helskapnir, við erum bodybuilders. Hann bara góður 2-3 daga og getur okkur, sko, því miður. Ég held að ég og Sveppi getur nú alveg betri máltíð græja einn björn. Ég held að þetta er akkurat öfugt, ég held að geta hann kóalabjörn bara sjálfur. En svo er að síðasta sturlaða starri dagsins, það er allir leyndamál. Já. Þetta er sturlu staðarind. Já, ég ætla að spyrja ykkur, ég er leyndamál-drengir. Náttúrulega þurfa ekki að segja það þættinu. Maður og örugglega alveg hellinga þeim. En maður mann samt ekkert eftir einu akkurat núna kannski? Nei, það er pottið eitthvað. Eigum allir að segja frá einu leyndamáli? Svona einhvern tímann, á 9 ári? Já, kannski verðum við nýjan dagskölu á næsta ári sem heitir leyndamál. Og blöð telst sér á það svona leyndamála dæmi? Nei, það er ekki leyndamal, það er bara hvað ég var vitlaus sem úrlingur og krakki. Alls ber að skrifa ástafrið með allt niðri. Akkurat, þetta voru vinnir og lífsförunautar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jún, Egil Gil, Sveppi Krull og Ötti Blöð með þér á sem er glæsilega föstudegi strákar. Það er þétt setið í stúdíónu núna. Já, þétt setið og vel manna stúdíóið. Alveg hrikalega. Og þetta er búið að vera þéttu þáttu. Hvað sko tíminn er að fljúga frá okkur. Hvað var því? Má ég grípa fram í fyrir ykkur félag? Það er nóg eftir. Já, við eigum eftir að fara sko myndur fyrir cash, við eigum eftir að heyra í múttu, við eigum eftir að fara í Íslands slúður, við eigum eftir að fara í sko, spurt og svarað. Já, spurt og svarað, það er nóg eftir. Það er nóg eftir. Við þurfum að fara að gefi. En það maður orðið svolítið þreyttur í vinnunni, sko. Ég er með tilkynningu. Já, hver er tilkynningin? Ég verið með marga tilkynningar en FM 95 Blöð. Ég elskar að koma með góða tilkynningu. Akkurat. Allt og marga. Tilkynningu að drafast. Það er helviti marga þegar, en þessi er helviti góð. Jólagilsi ætlar að gefa þjóðinni, Íslendingum, gjöf. Já. Þetta er mín gjöf til íslensku þjóðan, til ykkar og til allra hlustanda. Það sem er skemmtilegt til þessa gjöf, þetta er loksins gjöf sem okkur langar í, kæra þjóð. Hann er ekki að fara að gefa út lag. Ég eins og þjóðin veit, þá var ég með Lífsleitni Gils sem kom út þessu ári, sló í gegn í bíó og er mjög fyndinn og aðeinslega. Akkur fór hann í bíó? Jók, áfram. Og
Og við vorum að pæla að gefa hún á DFD En síðan hugsaðum bara ég og Húki menn Superhúk Hugsaðum bara, hörðu, DFD-sala er léleg Gefum bara Íslandingum myndina Þannig að við opnum lénið lífsleiknigils.is Það getur fólk bara að vippa sér núna eða í kvöld, eða jólafríinu búið er að koma inn? Hún er komin online Fólk getur annarkot streymt henni beint á síðunni eða downloadað henni og horta á The Greatest Movie of All Time Mín gjöf til þjóðarinnar Lífsleiknigils.is Er þetta serían, er þetta bíómynd? Þetta er bara bíómynd Er þetta sem var fjóri þættir? Þetta eru 4 þættir, ein bíómynd, ein fæll En síðan er ég með, málið út af því alltaf að kostar handleik að gera svona þætti og eins og þið viti, smassum, út búin að gefa okkar bíómyndir og það gerir þetta. Já, látum við það gera. Stonefucker, Blonde Ale, þau eru allir menni í bransanum. Þannig að ég læt fylgja með hann að reikningsnúmer ef fólk vill styrkja þetta, ef fólk hefði kannski keypt DFD-ið, vill hefði 500 kallið. Mér finnst nú að það sem er verið að optional. Það sem er verið að gefa, þú ert að gefa þjóðinni gjöf. Mér finnst nú lágmark að menn hendi einhverju smottir inn á reikning á móti. Já, samast líka saman. Já, af því að maður smátt gerir eitt stórt og mér finnst það alveg klálega að vera mál. Já. Þetta er glæsilegt, kíkja inn á lífsleiknigils.is og já, sækið myndina, þetta er jólagjöfin frá Jólagilsa. Við ætlum hér í auglýsingar og strax eftir auglýsingar. Ég segi bara takk, Gils. Já, Íslands slúður, þannig ekki fara langt. Taktu góða sjálfsmynd, fyndu þinn fegur í vanga og hugaða kjálkanum. Lumia 735 Selfie síminn. Sjáðu jólamyndirnar á þriðjudagstilboði alla helgina. Smárabíó og Háskólabíó. Matur fyrir alla fjölskylduna. Fjölbreyttur matseðill. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Jólagjöf hjólreiðamannsins fær þú í markinu. 20% afsláttur af skotthjólum fram til jóla. Markið, Ármúla 40. Búðu til þitt eigið jólakort með þinni mynd og þinni kveðju á prentagram.is. Opið í hádeginu, opið langt fram á kvöld og lengur helgar. Á Uno. Gleddu listamann jólin. Verkvaralagarinn Smáratorgi. 150 milljónar risapottur fyrir 13 rétta helgina. 1x2 í tippum. Ilmandi, fersk og falleg. Þú fær rétta jólatréð í Garðheimum. Garðheimar. Hlýir litir með nýju munstri. Ullarteppin okkar eru á hátíðaverði fram að jólum Geysir. Gefðu bestu jólagjöfina. PlayStation 4. Hungrið farið að segja til sín. Pantaðu á netinu og við sendum eða þú sækir. aha.is. Tilboð, verslun og veitingar. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, sími 55 12345. Dogma er með jólagjafir handa þeim sem eiga allt. Dogma Laugavegi, Smáralind, Kringlunni og dogma.is. Ekkert kemur mér í meira jólaskap en nýtt naglalakk úr jólalínu Opie. Erfitt að finna réttu jólagjöfuna? Kíktu á prentagram.is. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 blöð. Hér á FM Mushroom, Blonde Ale, Stonefucker og Egil Einarsson. Gæinn hefði þurft að segja alveg 2 dúnmjúkir í dag. Já, 2 dúnmjúkir í dag. 2 harðir og 2 dúnmjúkir. Það er nákvæmlega svoleiðis. Stonefucker, það er nafnið aðeins að pikka upp. Nei, alls ekki. Heyrist það. Það er að tala Stonefucker ekkert að, Hann sagði ég er Blonde Ale, Mushroom og Stonefucker. Já, það er bara Egil sem kalla með það. Ég er að móta þessu nafni, algjörlega. Ég var eitthvað að byrja að heyra þetta daginn og vorum að skemmta. Já, ég hef verið kallaði Stonefucker, einhvers staðar hér og það. Svona þegar maður mætir í fyrir kannski á tjútið. Ég var að heyra að mamma henn kallaði Stonefucker. Svo gott að hafa seppað þetta. Ég elska það maður. Bara þegar hún í glasi. Já. En heyrðu strákar, það er komið að íslensku slúðri. Og það er brakandi fest í dag. Það er brakandi fest, það er bara svoleiðis. Ég er búin að fá mikið af tölvupóstum, mikið af Facebook skilabóðum. Fólk nálgast mig út á götu og hvíslar að mér. Já. eins og gengur og gerist. Akkurat. Og ég vil taka fram að ég ber enga ábyrgð á þessum dagskrárlið og ef það er einhver leiðindi þá sendið það á leiðindi@gmail.is sem er með tölvupósturinn af Steindar Juniors. Já, en þetta finnst mér alltaf svolítið óþægilegt þegar að þetta opnar þetta svona. Ég er stöðin beðum að gera þetta. Já.
Nei, við erum allir messikir því. En ég bara sendi búið líka, ég fæ þetta allt send og þú mátt hækki betta. Því nú hefst íslensk slúður og það eru 3 mólar eins og alltaf. Allt kallmenn, það við tekið eftir því að það eru voða lítið kvenfólk í slúðurnu. Það íslenska konur kunna haga sér. Já, íslenskt kvenfólk kann að haga sér. Það nákvæmlega, hérna hittur naglan rétt akkurat. Herru, þá byrjum við hérna. Og það engin annar en okkar maður hérna á stöðinni, Rikki G. Rikki G í slúðurinu, hvað var hann að gera núna, maður? Ég var búin að heyra eitthvað. Já, það nú búið að vera bara nett vesen á okkar manni. Það málið? Já, hann sko núna nýlega fluttur heim til mömmu sinnar. Ok. Og bara í gamla úlingaherbyggið. Ekkert að því, svo sem? Nei, það svo sem ekkert að því og svona ekki sáttu með lífið akkurat núna. Vitið hvað, það bara, þú veist, það verður bara að segjast eins og Hann bara komin heim til mömmu og pappa aftur og í úlingaherbyggju og það vesen á honum, það svona nettur repal í honum þessa dagana. Hann hortugur og hann spila tölvuleiki á nóttinni og mamma sér alltaf að beða hann að lækka og þú veist, hann með vini síninn í herbyggja og okkur koju fyllir í og svona vinur hann sér að gista mikið hjá honum og reykja út gluggan og eitthvað svona. Hann bara orðin að teenager? Já, og mammas bara við að henda honum út. Og því gerðist bara akkurat núna í fyrradag. En að því að þau búa sko, þau voru ekki bara 2 heima, þau voru ekki bara 2, heldur á hann líka lítinn bróðir sem 8 ára gamall. Og dropinn sem fyllti mælinn var þegar hann stal úr skónum hjá honum. Hann fekk peskall í skóin. Já, bróður hans. Já, og þetta var svona tvíti kall sko. Hann ætla búin að vera á kójufyllir í og reykjandi réttur út á gluggan og vesen á honum. Og langaði í pes og það var allt vittlust. Og litli bróður hans hágrátandi og mamma hans alveg snappaði og hérna, þú veist, og hvað? Akkur fæ ég ekki tvíti peskall, segir hann. Akkur fæ ég ekki peskall í skóin, bætir hann við, hérna belja hann, segir hann. Og gerir upp að mitt lokka, hvað kjafta þetta, segir hann. Þú veist, bara orðið fullorinn maður. Rikki G. Já, orðið fullorinn kall og þá hendir hann skónum í áttina henni, sko. Nei, nú þarf ég að stoppa. Nei, það er að segja að kasta skómi með og það er bara búið að vísa honum á dyr. Hendur hann út. Hann með glóður eða? Nei, hún fekk ekki skóin, hún náði að beygja sig sko. Rikki þarf að fara að gera það sig. Já, og hann bara búin að vera stíkla svona í kringum hverfi núna og vera svona kíki skóna hjá krökkunum og... Rikki G að lappa hverfin að stela á skóna á bönnunum? Já, ég trúi ekki í sko. Rikki toppar. Spurðu sjálf það þessu, af hverju ætti einstaklingurinn sem eiginlega þetta fárlega góða freska slúður á Stonefucker að vera að ljúga þessu? Ég segi það. Eða kannski meilaði þessu enginn á hann. Jú, þetta er í meilið, en þetta er svoleiðis og þannig að þið sjáir ykkur ekki endilega takkinu utanum hann og faðmið hann aðeins og þetta er svona aðeins að henda honum í smá jólaanda. En næsti móli það er Siggi Hlö. Siggi Hlö, hann er í tómurugli þessa dagana maður. En hann er látin. Hættu þessu Steindi. Nei. Ég er búin að segja þetta sem bannað. Hvað er að þér? Hvenær dó hann? Hann var að moka. Nei, hann var að setja mynda sinni á Instagram á það. Hann var að moka innkistluna. Þegiðu, Steindi. Síðasta myndin, komin á Instagram. Þetta er svo ljótt, strákar, þetta má ekki. Ef að fjölskylda, hættu þessu. Siggi Hlö er ekkert á hann, næsta. Rosalega var þetta afgreitt. Hvað er þetta með þig og Siggi Hlö? Herðu, ég fer bara í næsta. Ég er að fá þetta sent auðun. Hvað er þetta? Hver er alltaf að senda hans í dáin? Hann er þvílíkt feskum, maður. Þá er það hérna... Það er eitthvað að þér. Maður er bara í sjokkettir hérna. Maður er skammaður í slúrinu. Heyrðu? Já, ég nefnilega sko komið þvílíkt óvart að hann var í farið. Ég meina, Steindi, hvernig myndi þér líða ef mamma var að keyra ekstra og myndi heyri í útvarpinu og þú voru dáin? Já, nei, ég... Herru, það er hérna jólafögnuðu töframanna var haldinn með pomp og prakt núna hérna á svona árlegu jólagluggi íslenska töframanna núna bara síðustu helgi farið valega og þarna voru allir helstu mættir það var fögnuðurinn fóð fram í heimahúsi og þetta var svona nána tildegi þetta fór fram heima hjá Bjarna honum Bjarna töframanni uppi í Kópavogi þetta var heima hjá honum uppi í Kópavogi og það var mikið sprellað og það voru mandarínur og pipakökur og töfrað og bara svona almenn snáðun og það var mikið snáðun og bara allir feskir og mikið hrikalega og mikið drukkið hrikaleg drykja á þeim og Einar Einstaki til dæmis töframæður hann komst þarna yfir eitthvað gott moonshine sem var búið eima tvisvar og síja vel og það var svona hágæðalandi og það voru allir alveg wasted sko, King bilaður honum gjörsanlega og hérna og þú veist, þeir eru nú ekki þekkti fyrir að ganga hægt gleðina til, við getum orðað þannig
Þessi töframenn Íslenski töframenn, síðan ég hef aldrei séð þess að stráka fulla Ingo töframaður, hann er rosalega þegar hann fæði sér í glas. Þeir voru komnir í pottin og voru að fíblast svona í nuttinu í pottinu, fattaru, þú veist að með svona setja rassin í þetta og svona hver getur kafa lengst og þeir voru að snáðast. Við getum orðað þannig. Sem er nú alla frásögu færandi, nema hvað að þegar líður á partí þá ræðist Bjarni töframaður á hann Arnór litla töframann. Jón Arnór? Já. Litla röða? Já, ræðist á hann. Hann er 8 ára, það er 8 ára krakki að gera einhverju landapartí. Og segir að hann sé búin að stela af sér öllum giggum og sé bara einhver trúður, sko. Glæta hann að sé 8 ára krakki, hvað er hann bara einhverju pottapartí að drekka, það sem þeir að drekka landa fram á nótt, það er ekki með þetta kjafta. Þeir voru bara öll ásatíðin hérna. Var Jón Arnór fullur það? Já, ég reynda. Hann hefur nú bara verið hérna, hann hefur sennilega farið snemma heim, finnst mér líklegt, sko. En svo kemur þarna og það er allir að reyna að stoppa slagsmálin og það gengur hrikalega illa, sko, og það er svona vesen á þeim og þá kemur einn virkilega þekktur töframaður, frægur töframaður, ég ætla ekki að nafngrina hann er bara frægur, höfum það þannig og stoppa slagsmálin og er ekkert að ganga hjá honum og hann svona er að ná athyglinni hjá þeim og ekkert að gerast, þannig að hann kalla svona yfir hópin einhvern veginn svona og býr til ykkur læti, allir horfa svona á hann og þetta er mjög þekktur maður, sko. Það ekki að taka fram hvað hann heitir, það er algjör óþæri líka bara, en hann tekur svona vasana upp úr buxunum hjá sér og svona skellir þeim svona fram af, þau lafa svona fram á buxunum, tekur vasan upp og tekur svo félagann út og setur á hann sólgleru og býtir svona fílahljóð svona það fætti að það er svona tippið er ráninn og vasarnir eru eyrun taka fílinn það tók fílinn á þetta og var svona bara til að reyna að stoppa slags já, svona dreif athyglinni og divði félagannum hann í svona skál sem var fullan hetum. Já, Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Sveppi sem er í þvílíkum gír. Já, bara rugggír. Þetta er svo gaman, maður. Ég gæti verið hérna, held ég, með einhver félagum allan daginn, allan sólarhringinn. Já, ég geti verið hérna allavega fram að miðnætti. Hvernig er það að taka svona sólarhringsmarathon? Að vera í útvarpinu í sólarhring. Væri það einhver pæling? Vera fyrir eitthvað góðum mál. Safna fyrir góðum, já, bara Við getum tekið vaktaskipti, verið öll klíkan. Tökum þetta næsta ári, bara 2015, tölum við King Rikka G. Já, tökum kannski allavega 12 tíma og tökum vaktaskipti. Allir liðir mæta á sína stað. Já, ekki vaktaskipti, það bara lokum þessu húsi hérna og bara pítsur og bjór og svo bara upp með sleðan. Já, og engin músík, ég vil bara stanslust það. Já, ég var til í það. Já, ég líka. En vitið þið hvað? Slúðrið í FM 95. Nei, þetta er gamli treilin. Ég ætlaði að gera aglið greiða. Það er komið að spurt og svarað. Núna? Já. Er það núna bara? Er það ekki tilbúið að það? Það ætla bara að fara að vaða. Ég vissi ekki að fara það núna. Do you have a problem? Do you have You have a question? Ég með spurning og inspiration gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Við ætlum að heyra þetta allt oft. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, minn er dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svarað. Spurt og svarað, liður sem að ég er ekki vissum að verði hér á nýju árið 2015. Þetta er æðislegt. Þetta er alltaf eins í ánum, en hvað ertu með handa okkur í dag? Það er ég með tvær hérna örstuttar. Það er stuttar í dag. Segðu mig satt ára byrjum, er einhver þunglindur og vill ekki lifa lengur af því að hára honum að þinnast? Einhver krakki, naggrís eða einhver? Jó, hvað var að síðast? Eitthvað tré sem var orðið þunglind? Að þið var að missa laufin? Ég bara veit það ekki. Ég bara er að velja okkur tvær spurningar og ég hef ekki hugmyndu það, kannski. Nei, ég held það ekki. En þetta er þreyttur á því og ég vil að segja hlustundum að hætta að senda þannig spurningar inn. Það er bara komið gott af þessu samalltaf. Yes, ég er með tvær spurningar og það er ekki langar. Létt og langt um í dag. Fyrsta er hérna bara sællhöfðingi. Sko málið er að spurningarnir eru aldrei langar hjá þér. Það er bara alltaf verið hérna inspiration gilsi og það er svona lengir þetta svolítið, sko. Þessi er bara sællhöfðingi. Mjög stutt. Hérna sællhöfðingi. Ég fekk hlutverk í bíómynd. Já. Kemur bara strax að hefninu. Ég þarf að þyngja mig 30 kíló á 2 vikum. Getur þið beðið Sveppa og Stonefucker að lýsa basic degi í matræðinu hjá sér?
Kveðja Þorleifur. Hvað heitir hann? Kveðja Þorleifur? Og var að fá hlutur ekki bíómynd? Já, hann greinlega þarf að bæta á sig. Hann þarf að taka slæja á þetta í Copland. Hann þarf að þingja sér hratt. Getið hann þyrfti að gera svona, hann þyrfti að blanda okkur saman tveimur sko. Hann þyrfti að gera svo ég á daginn og Steindi á nóttinni. Já, nákvæmlega. Hvernig er þú á daginn? Hvernig er svona Venlega dagur hjá mér, þá get ég allt sem ég sé. Skilur, hvort sem að það er brjóst, ef það er brjóstsikur í banka, þá fæ ég mér hann. Ef það er konfektmóli hjá endurskoðandanum, þá fæ ég mér hann. Ef það er frýtt kaffi á bílasölunni, þá fæ ég mér það. Svo tekur við erum alveg eins með það, sko. Já, maður bara, ef það er eitthvað frýtt í boði sem maður getur getið, þá getur maður. En svo náttúrulega líka mjög gott trikk að reyna, sko, ef þú kannski vinnandi maður og Þorleifur kannski er þreyttur á kvöldinu og svona, að reyna að vaka eins og hann getur. Allavega kannski til svona 1-2. Þá er tónu svangur aftur. Já, þá er tónu svangur aftur og býða eftir því að vera svangur aftur. Og þá átt að fá þér eitthvað sem er mjög óholt. Ég til dæmis sá FM 95 blöðsnappin í nótt og þú varst að fá þér eðlu 3 Já, það er mjög gott og nóg að rjóma ásti með. Og það er bara svona, ég held að það sé alltaf svona best að geta sér mest eftir kvöldmatt. Já, eftir 8. Það hefur það Þorleifur. Það er Þorleifur, þetta er málið, þetta fekk Þorleifur, góð ráð. Oft eru menn ekki að fá ráð. Oft eru blöðverfa spurningar, það er ekki að koma uppbyggilega ráð. Fannst þér ekki gott að fá þeir eru með ráð fyrir þessu. Hvernig á ég að hjálpa plöntu sem er að missa löngblöðum? Hvað á ég að segja við hana? Hvernig get ég gefið ráð? Ég veit ekki hvað átt að gera til að vera ekki sköllóttur, sko. Ef ég vissi það, þá væri ég með hár. Og svo náttúrulega, ef þú getur legðu. Ef þú getur setið, sitt. Já, ekki hreyfa þig neitt, þú veist, aldrei, þú ert aldrei að hlaupa. Takk til liftuna. Menn eins og ég og Sveppi hlaupum ekki. Það er betra að labba hægt og mæta og seint, heldur en að hlaupa og vera mættur og undan. Mikilvægt að þá býður fólk. Þorleifur er pottet mjög ánægð með svar. Já, núna er komið að spurningur nummer 2. Jettu allt Þorleifur. Líka stutt. Sæll Gilsi minn. Musician man, segir hann. Musician man. Hann segir hérna, ég er að farast úr stressi núna, er með mikinn kvíða og þarf þína aðstóð. Jólin hafa alltaf verið minn tími. Alltaf hlakka gríðarlega mikið til jólana. En núna kvíði með jólunum. Það er nefnilega að koma upp smá vesen. Ég ákvaða að taka skrefið fyrir 20 síðan. Hárað mér að fara að þinnast nefnilega og núna veit ég bara ekki hvað ég á að gera. Hvernig á ég að halda þessi blessuðu jól? Það væri fínt að fá aðstóð. Ég miklar áhyggjur hvað ég að Vernharð. Hvað heitir hann? Hvað hérna? Venni. Vill hann vita hvernig hann er að halda á jólina því hann er búin að snóða sig það? Heldur hann að jólin er eitthvað öðru í sig það? Hvað er spurningin? Ég næði sig alveg. Nei, hann er sett Dóri Sköldóttur. Já. Og kvíði jólunum, fyrstu jólun hans Sköldóttur. Já. Bara hvernig hann er hvernig til dæmis, hverju breyttið þú til dæmis? Hvernig var jólin á þér, fyrstu jólin eftir og mistir? Hverju breyttið? Þú eru nákvæmlega eins. Hvernig þegar þú hittir fjölskylduna og svona allt hárið farið? Já, þú náttúrulega mæti bara svo gemvera. Jólin eru eins. Nei, þegar bara, þetta er náttúrulega nánasta fjölskylda, veit þetta, en svona jólaboð getur verið kannski svolítið hefi. Já, þegar þú kemur sköllóttur og ógæsluður. Þú fær kannski þú fær náttúrulega eitthvað öðru sér pakka Já, hvað ætlar að gefa þetta? Ég ætla að gefa honum peys og svo náttúrulega sköllóttur en ég ætla bara að gefa honum mandarínu. Þetta var spurt og svara fyrir mjög Opið í dag til klukkan 22. Sjá nánar á krónan.is. Krónan fyrst og fremst ódýr. Jólagjöf þú finnur þar í Makland ljúfa kæra. Gefðu miða á línu langsokk og geisladiskinn í jólagjöf. Hér kemur lína langsokkur, heilsar og hósar og hótsasa. Hér kemur lína langsokkur, lína það er ég. Borgarleikhúsið. Amerísku jólatríin, fjölbreytt úrval, allir verðflokkar, endast ár eftir ár. Garðheimar. Á árinu 2015 verða allar myndir stöngin inn. Þú fær selfie stöngina í verslunum okkar á aðeins 3.900 krónur. Þú getur meira með símanum. Sjáðu jólamyndirnar á þriðjudagstilboði alla helgina. Smárabíó og Háskólabíó. Tattoo í jólagjöf. Gjafabréf.
Gefðu tattoo í jólagjöf. Reykjavík Ink, Tattoo Shop, Frakkastíg 7, sími 551-7707. Jólagjöfuna fyrir hann finnur þú hjá okkur. Full búð af flottum vörum. Jack & Jones kringlunni og Smáralind. Grjótharðir pakkar. Verkvaralagerinn, Smáratorgi. Allt sem langar í jólagjöf friður á jörð og nýtt naglalakk úr jólalínu OP. Bárðabungu gos á lavabarnum. Heitt. Ilmiti frá Jimmy Choo komnir í verslanir. Jimmy Choo ilmitnir flottir í jólapakkan. Gönguskórnir fást hjá okkur í GG Sport. Gerið verð og gæða samanburð. GG Sport smiðjuvegi, ggsport.is. Yellow Boots, Timberland, Laugavegi 6 og Kringlunni. App í Strætó. Taktu Strætó með Strætó appinu. Við græjum bílinn fyrir jólin. Bónstöðin Borgatúni og Mössun.is. ProMix ofurblandarinn með flottari jólagjöfum í ár. Líkam og lífstíl, Kópavogi, líkamoglyfstíls.is. Þú færð fallega danska hönnun fyrir jólin hjá okkur. Selected Smáralind og Selected Kringlunni. Gefð henni skemmtun í jólagjöf. PlayStation 4. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hauti Blöð, Egil Gils og Sveppi Krull búin að vera með okkur í dag og við erum búin að vera í rosalegum gír. Ég fíla þetta jólalag, John Lennon. Já, strákar, við erum búin að vera í rosalegum gír og ég í hættulegum gír. Já, þetta bara þéttu þáttur í dag, maður. Já, ég ætla bara að fá að hreinsa andrúmsloftið og segja frá því að ég að fara að leyfa mér í kvöld og ætla að rífa flippana 2-3 og það herraklúpur sem að fara að hittast svona árlega sem að hittast í kvöld. Akkur tilkynur okkur ekki frekar bara þú ætlar ekki að fá þér. En ég ætla ekki að gera neitt, ég ætla bara að vesla jólagjör. Ég á eftir að kaupa allar og ég verið því í kvöld. Já, þú menar. Ég að fara að hóra Home Alone með krökkunum. Já, vel gert. Ég að fara að rífa þakki að hvíta hósin á Selfossi. Já, þið tveir að fara að fá okkur, ég og Sveppi, Aut og Sveppi, sallarólir. Já, ég er nú orðinn rosalega sjálfgefur á peppana sko. Þetta svona bara einu sinni núna. Já, þú ætlar að fara að sleppa virkundum. En það sem við ætlum að gera núna við Sveppi, við ringdum í Múttu fyrir í dag. Já, herru, hvað að frétta af henni maður? Já, ég vil ekki bara heyra það. Það er rosalegt. Ég sakna hennar. Já, við Sveppi vorum með dagskóla á þriðjudögum sem við heyrðum alltaf í henni og þegar Sveppi mætti vinnun í dag, það var það fyrsta sem hann sagði, ég vil ekki heyri í mömmu henni og það var það sem við gerðum. Skulum heyra hvað hún hafði að segja, hún Mútta. Byrja þú að tala bara. Segð bara hæ, Sæta, hvað segir þú eitthvað svona? Halló. Hæ, Sæta. Æskan. Hvað segir þú? Kettlin er kettlin? Hvað segir þú? Leppum ekki alveg hérna, drengi. Hvað? Helst þetta var ég, veistu það? Finnst þér alltaf veðilegt að heyri mig bara? Nei. Alltaf segir bara, nennir ekki að heyri ykkur bara, nei, þetta var þú, já. Tekur þetta reglulega þegar það ringdi þig, eða? Nei, þetta þú? Já. Hvað viltu? Hvað vantar? Hvað viltu? Nei, nú erum við strákarnir í jólablöð og það er jólafílingur. Nú er það. Þá ringir maður náttúrulega í jólaskvísuna, sko. Já, segðu. Já, ertu komin í frí? Nei, ég er að vinna, strákar. Vinna? Ertu vinnurinn núna? Ég er að vinna allir helgina. Þetta meina, þetta er ekki bara ekki búið að fresta öllu flugi bara fram á áramótum? Jú, það er svona næstum því, sko. Er þetta ekki tómt vesen þegar... Koma fólkinu heim. Já, komaði út á land. Já. Dreifa þessu. Koma sér heim jólin. Já, koma sér heim jólin. Og hvað ætlar að hafa í matinn og aðfangadag? Hæ? Kemur Auti í matinn og aðfangadag? Já, ég get sagt það, við fyrir til maður sittir. Það er ekki að spyrja mömmu því. Hvað vantar við ætlum bara að heyri ég svona því að koma jól? Já, einhverja svona netta, hvort þú væri með einhverja netta svona hugveggju fyrir okkur? En er Hatti búin að fá eitthvað? Lestur eða eitthvað svona? Já, ég held að það er svona húslestur eða eitthvað svona. Já, það var kannski með eitthvað góða jólasögu frá því gamla daga. En þá er það spurningin sem að brennur á öllum sem er að hlusta. Er Hatti búin að fá eitthvað gott í skóin? Nei, það er ekkert í skóin, ég set ekki skóin. Nei, ímyndað ég sé að meina þetta með gæsalöppum.
Er Hatti búin að fanga gott? Sem byrði ekki svara þessu maður. Aði. Nei, við bara okkur, þetta Sveppi hérna. Ég var að senda honum puttan. Nei, maður vill bara svona fá að heyra hvað að frétta, skilur. Þetta hitta einhverja ketla, maður. Ekki svona. Er það ekki? Ertu að deyta eitthvað? Já, svona veltaði fyrir svo langt sem ég hirti þér. Já, hættu þessu. Já. Er ég að fá nýjan pappumjólinu? Pappi 2? Hæ? Er ég að fá pappa 2? Nei, er ekki allt í lagi, nei? Jó, við erum góður. Þetta er bara Sveppi, hlusta á vitleysun í hann, þú þekki kallinn. Ég er auðvitað að fara að rífa slaufina að einhverjum feitum leigubílstjóra eða? Nei, það myndi ég ekki gera. Nei, ekki gera, ekki segja þetta. Og það er létt í okkur, þú heyrir það? Já, við erum í stuði. Já, ég heyri það, í stuði. Og okkur finnst bara alltaf vera Sveppi, kíkir hérna á okkur og fyrst það sem hann segir alltaf verður ekki að heyra í mömmun, hann saknaði hann. Já, ég trúi því að ég fæst líka, og hann átt síðan síðan. Já, ég hitti Matti bara í flugumynd út á flugvöllum daginn. Já, það var nú bara rétt að maður gæti smelt á það einum, skilur. Já, ég kom bara 2 mínútur í flug, sko. Já. Nú fegstu koss. Já. Já, vel gert. Og var síðastur inn í vélina, eins og alvöru batnast hérna. Þannig að vera Sveppi Krull, síðastur inn í vél. Já, það er svona að segja, gæt nú með þau væri beðið eftir honum. Já, sjálfsög. Krull átti lungurinn alltaf og sett. En þú ert hress bara á komin í jólaskap. Heyrðu, já, þetta er alltaf að koma. Já, alltaf koma. Já, ég er eiginlega búin að verða búin að öllum fyrir jólin. Já, ég á eftir að köpa allar gjafir. Nú, það er náttúrulega ekki, það brá nú ekki neitt við það, sko. Nei, ég fer í þetta helgina. Það er ekki að koma neynum á. Síðustu mínútunni. Já, en bregst aldrei. Nei, það getur ekki. Nei. Hann bognar kannski en hann brotnar. Það getur vel verið að vera svolítið bógin þegar ég er búin að vestlanda á jólagjafir. Móður mín hefur ekki hvart að hinga til allavega. En það klikk ekki hjá hann á jólagjafir. Nei, hann er voða mikið jólabann. Hann er alveg svakalega mikið jólabann. Hvernig var hann svona á aðfangudaga? Því að ég veit að hann var óþólandi krakki, en var þetta ekki hræðilegt í desember? Nei, ég vildi ekki kartöflur. Það var þægilegt í desember svo að því að þannig að fikk ekki alltaf eintóma kartöflur í skóin. Það var besti mánuður hjá mömmu. Það var besti mánuður hjá mér, svona 13 dagar fyrir jól. Svo var það einhver hurðarskellir eða eitthvað sem gaf mér þessu kartöflur þegar mér fannst ekki eiga hann að skili og ég hata hann í 3 ár. Ég vildi ekki eins og setja út skóið þegar hann var að koma af því ég átti hann ekki að skili. Þetta er fallegt. Herðu, gaman að heyri þér múta. Allir í fjölskyldunum er rosalega mikið jólafólk. Já, það er gaman. Þetta er jólafamilja, spilaði mjólinu, hlaka til. Inni. Það var gott skvísa. Gaman að heyri þér. Heyri betur í melkina sæta. Ok. Gleðileg jól, sekunar. Bye. Já, hún var hress bara. Já, það var létt í henni maður. Já, en hún vildi ekki svara með að deyta. Nei. Þetta var hvorki já, né, nei. Nei, og það er alveg eðlilegt. Ég meina, þú veist, þegar að maður er á þessum stað í lífinu þá er maður ekkert endilega tilbúin til þess að vera að ræða engalífið. Nei, svo er þetta náttúrulega Hatti, skilur. Hvað heldur hún nenni sig og heyrtu öllu þessu? Einmitt. Þetta er útastjörn. Hún er bara að reyna að passa sig að fá ekki fórsíðuna sko jólin. Þetta var móður mín Hafdís Sveinsdóttir og já, alltaf gaman að heyra í henni. Heimstrákarnir en ekki alveg strax. Það er búið að vera svo þéttið á okkur að við höfum ekki eins og komist í myndur fyrir cash og klukkan er að verða 6. Akkurat, en við ætlum að vera bara lengur í staðinn og klára þennan dagskóli. Svo þéttur er þáttur dagsins. Ég ætla líka að gefa með á Jón Jónsson hér á eftir. Bara ég gefa hann hérna úr símanum þegar þátturinn er búinn. Hvenær eiga hlustendur vona að heyra í 9-5 blöðu aftur? Erum við á næsta ári bara? Já, það er bara næsta ári. Og það er áðurinn fyrir hérna í myndur fyrir cash að þá er nóg að vera í kvöld. Sem dæmi að þá er svona kokt, þá er lavabarinn með svona DJ-kerni, plötusnúðakerni. Það er úrslitinn annað kvöld. DJ-kerni? Já, það er á morgun, annarkvöld, laugardagskvöld. Þannig að það er frekalega þetta að Mössubóð myndi koma að pakka þessu liði saman. Já, þú getur ekki unnið þessa DJ-kerni til að bjarga lífiðinni, sko. Og já, þannig að þeir sem að vilja kíkja á það, þá er það á lavabarnum annað kvöld og ég ætla að gefa einhver kokteilsborð hér á það á eftir. En það er hins vegar komið að myndur fyrir cash. Þeir eru tilbúinir við þetta í lokinn. Push the button. Já, ok, en sko ef ég ít á takka núna hér, þá er þátturinn búinn áður en að hérna. Nei, það er ekki nema 2,5 mínúta. Would you like to have pockets full of cash?
Þetta tekur svo allt. Hvað segir oft cash í þessum trailer, ángríns? Maður hlustu bara á þetta aftur og telja. Nei, það er búið að telja, 23 svar. Fyrsta spurning, drengir, í myndur fyrir cash. Myndið vera með skott á bakinu, það sem eftir er ævikar fyrir 50 miljónir. Bara svona, bara eins og róa. Bara róu. Rétt fyrir að raskatu 50 miljónir. Býtu, þetta heitir eitthvað, hvað heitir þetta aftur þú fæðist með svona? Ég bara veit ekki. Skott. Svona tvíburaróa eða eitthvað, ég man ekki hvað þetta heitir. Hversu langt skott? Hvað erum við að tala um, er þetta eitthvað sem getur rúlað upp í snúð og gemt bara bakinn á þér? Orðum þetta þannig, þetta er skott er jafn langt og fermingafélagin ykkar. Já, ég er góð málum í Hjá Sveppa er þetta nabbur. Þetta er bara svona dindill frá rassinn. Nei, ok, við erum bara svona langt skott. Það sem er á milli puttana. Hvað er Cassi mikið áttur? Cassi, 50 kúlur. 50 miljónir fyrir að vera með einhverja litla róu. Ég er bara alltaf, þetta er ekki, hvað þetta er geðugur? Ég myndi gera það. Þetta er bara astnalegt að fara í, sko, þetta fara á ströndina eða þetta byrja dorm eða eitthvað, einhver rugli, sko. Ég var til að vera bara með þykkan 2 metra hala fyrir 50 miljónir. Ég er ekki grínast. Þannig að þetta er já frá Steinda, já frá Sveppa. Já. Þið segir þetta báðir eiginlega alltaf já. En þetta er svo lítið vesen, sko. Að vera með skott. Ég nenni eiginlega ekki að standa í þessu en ég þarf að segja negativ. Þú ætlar að segja nei. Segðu, Egil sagði nei. Já, hann er alltaf eitthvað, buddy, Myndið gerast votta Jehovi í 10 ár og ber út boðskapinn fyrir alla, fyrir 2 kúlur á mánuði á meðan það verður að gera. Og vera þá bara einn hatasti maður jarðar í leiðinni, sko. Nei, hvað er þetta? Þetta er ekki svona þessu hryðjuverk. Nei, þú ert svona vinnu, þú bara út að ángra fólk. Þetta er bara banka upp á fólki og breiða bóðskapin. Bara vera votta Jehovi. Marga klukkutíma á dag. Ég veit ekki, halda það bara jól og svona, vitið þið það? Örglega ekki. Hvað sagði það upp að það veri? Það skiptir ekki máli, ég segi nei við. Hversu marga klukkutíma á dag er þetta? Hvað vinnudagar er langir? Þetta er ekki beint vinnudagar, þú ert bara votta. Hvað er mikil vinna fyrir þig að trúa Guð? Bara votti. En vinna er samt ekki neitt. Bank upp á fólki. Já, þeir eru ekkert í því frá 8 til 5. Það er ekkert stimplað sér inn. Það er 2 kúlur fyrir að gera ekki raskat. Já. Þú þarft að vera votti og lappa Já, þú ert að taka þátt í göngunum og svona og fara að banka upp á. Sign me right up. Það er bara hannig. Ég þarf ekki að gera neitt, þú fær 2 kúlur. Ég er votti í dag, það er bara hannig. Gít saman. Þú sögði. Ég myndi segja nei. Ég ætla að segja nei líka. Ok, þið eru ósamlega í dag. Vilt samt vera með skott? Já, fyrir 50 miljónir. Þetta er svo fyndið, þið eru svo ólíka týpur og það er að sannast þetta myndir fyrir gæs. Steindi og Sveppi sögðu báður já í fyrsta, þá sagði Egil nei og svo öfugt í nummer 2. Sjáum hvað gerist í 3. Myndið fyrir 20 miljónir. Byrja öll samtöl og alltaf bara þegar þið byrja að tala við einhvern veginn, alltaf þegar þið talið, þá verðið þið að byrja að taka he nema hvað og svo byrja að tala. Byrja alltaf nema hvað? Já, segjum bara mamma segja, auðvitað kemur þú í mat í kvöld nema hvað, já ég ætti nú að koma. Þú ert bara alltaf að gera þetta þú talar. Fyrir hvað mikið penning? 20 miljónir. 20 miljónir, þetta er rosalega lítill penning. Að eilífu? Nei, ok, 10 ár. 10 ár? 2 ár. 2 ár? Já. Nema hvað? Nema hvað? Maður myndi bara gleyma þessu. Já, en svo ég meina bara eins og ef Íris er heima bara, herri, sóttu þú Arnald? Nema hvað? Jú, eða skilju. Þetta er svo steikt maður, ég hef aldrei heilt hann ekki. Ég viðurkenni, ég var eins með vesenni með myndir fyrir cash í dag. Pappi, ertu búin að smyrja nesti? Nema hvað? Jú, það er brauð í... Hafið alveg hljóðstrákar. Ég var... Hættu Hættu 6 ára. Herri, já það nei. Þarna kom þetta sem það var flott. Já það nei. Viðrækstur í beinni. Hann rak við í mikrofónin. Já það nei, drengir. Já, ég segja nei á þetta. Já, ég líka. Ég myndi ekki nennast hann dís. Ég er alltaf til að vera með hala samt. Bara fyrir kling. Og Egil, þú ekki heldur? Nei. Ok, allir sögðu nei. Þetta var síðasti dagskrárliðurinn á þessu ári. Hvenær verður næstu F95 Pound Boa? Við auðvitað á Twitter, ég held að sé 9. janúar ef ég mann rétt. Það er fyrir langt í það, hvað fólk að gera á föstutöðum okkur til. Það er 2. jan eða 9. jan, ég man ekki hvort það er. Við látum vita, takk æðislega fyrir hlustunna. Getur ekki verið með eitthvað best of þætti yfir hátíðina? Ég bara, jú, viltu koma þetta niður til að gera það? Nei, ég er góður. Ná, ok. Við þakkum kærlega fyrir hlustunum árinu. Það er búið hrikalega gaman, vonandi höfðu þið jafn gaman að. Við lofum að koma helferski til leiks á 9 ári, 2015. Einhverju nýju liðir. Sveppi, þú ert nú að koma heimsækja okkur nokkur sinnum á 9 ári. Anytime. Alltaf gaman að fá þig.
takk fyrir daginn og já, bara takk fyrir árið. Og óskum hlustendum gleðilegra jóla. Já, ég ætla að fara að kaupa jólagjöf núna og það var að benda mér á að ef þú ferð inn á skór.is þá getur þú pantaði skó, þeir pakkaði þeim inn fyrir þig og kom með á heimtíðin og setja undir tréð. Það getur verið svolítið þægileg gjöf sem ég getur verið að henni. Nett creepy líka. Þú er líka að segja fólki í blöð að fólk getur fylgst með okkur félagunum á snappinu. Já, FM95 blöð, Snapchatinu, endilega tekja á því. Já, og svo náttúrulega Twitterin alltaf á sínum stað. FM blöð 20. Ekki glemma Facebookinu. Og Instagramin. Árið og heyrumst 2015. Traktor. Að það gott jólin. Traktor. Gekk ég niður laug og veg að kaupa eina Apple gjöf. Sagði svo og spurði svo, hvar á hún heima? Gjöfin í Maklandi. Taktu góðar myndir, taktu betri myndir, taktu bestu sjálfsmyndirnar. Lumia 735 Selfie síminn. Aðgangur að hreinu vatni ekki sjálfgefinn. Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki að byggja brunna í Afríku því hreint vatn breytir öllu og þinn stuðningur gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Frábært tilboð á Kaffi Grensás. 16 tómmu pizza með 3 álustegundum á samt hálfum lítra á gósi á aðeins 1500 krónur. Kaffi Grensás. Sími 553 51 23. Orkan komin í jólaskap. Endurgreiðum 3 áfyllingar á dag fram að jólum ef greitt með kortum og lyklum Orkunar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Gleðilega hátíð. Orkan. Líf mitt, sjálfsævisaga Luis Suárez, götustráksinn sem sigraði knattspyrnu heiminn. Sigrar og ósigrar, barátta hans og æsku ástin Sophie. Gönguskórnir fást hjá Ilmurinn af milljónunum.